Let's get it. Hop off a 16 passenger. This a G5, no, this not a Challenger. Big one. I keep some members with me. Erum við að rúlla? Við erum að rúlla. Jæja, hérna er komið til okkar hann Begga Ólafs. Við erum að fara að grafa hans í þig og spjalla við, kallar minn. Já, bara hlakka til, bara heiður að koma. Ekki lengur DV-fréttir. Takk fyrir að koma, Beggi. Já. Já, fá að kynnast þér persónulega en ekki gegnum DV-fréttirinn mitt, sko. Það er eina sem ég sé svona mest á þér, sko. Þú er ríkult kjaft. Já, ég er Ok, áður við fyrir út í það, þá hérna, Beggi, þú varst að koma af Laugavegshlaupinu, þegar ekki? Jú. Hvernig var það? Það var bara alveg viðbjóður, sko. Geturðu sagt með, hvað er Laugavegshlaupið og hvaða physical activity er þetta? Já, þetta er hleypu frá landmannalaugum í Þórsmörk. Já. Og þetta eru 53 kilometrar með 2000 metri hækkun. Það er galið. Og hérna, ég var bara slefandi í svona 3 tíma, sko. Ég bara vissi ekki hvað ég hét, sko. Og hérna, mætti á einhverjum stöða sem ég verið að gefa þér, þú veist, mat og drikk og okkur svona. Ég var bara var að biðja þeim að velja fyrir mig að því ég vissi bara ekki neitt, sko. Þannig að þetta var algjör barótta við hausinn í svona 3 tíma, sko, sem var bara efaðist allt saman, sko. Og mér langaði bara tímabili, þannig crossáin, ég kláraði þetta bara hérna, ég var bara góður. Ég sá myndbandið þegar komst í mark, 6 tímar. Já, ég var frekar pirraður, sko. Er það ekki fínt það? Já, það er góð tími, sko. En ég fór 5.46 í fyrra, það var enda 5 kílóum léttari. Og ég ætlaði að vera núna á hálftíma betri tíma, þannig að ég bara náði ekki djúvis markmiðinu mínu, sko. Þú varst örugglega massaðasti gaurinn að hlaupa samt, sko. Já, sko, reyndar sjátt á þetta vinur minn Egil Trausta, hann er 104 kíló unit, sko. Hann var örugglega massaðast, en ég var örugglega næst massaðast. Þú getur bara sett það, sko. Já, og þú veist, hvað var að fara í gegnum hausuna í þessu hlaupi? Varstu, þú veist, var David Goggins í eyrunum á þér að öskra Who's gonna carry the boats? You don't know me, son! Það var gameplanið, sko. Bara leið og aumingin í hausnum byrjar að tala, sko. Þá kemur hann bara upp í hausinn, sko. Og þau með verið að vorkina sjálfum sér og allt þetta, sko. Já. En, jú, bara einhvern veginn, sko, að geta díla við þessar umurlegu hugsanir og tilfinningar og allt þetta, sko, en samt haldið áfram, sko. Já. Og hvernig þú ferð að því, sko, það er alveg, þú veist, fyrst þá maður sætta sig við að vera, já, þetta er ógeðslegt og þetta er bara suffering. Já. Og síðan þeir langa til þess að bara gefast upp og það verður að minna þig á bara af hverju þetta gera þetta og minna þig á fólki sem er að styðja þig og hefur trúar og allt þetta. En af hverju ertu að gera þetta? Af hverju varst að gera þetta? Ég held að það sé tvennt. Ég er náttúrulega bara athlete í mínu identity. Ég var bara stemdi í atvinnumennskri fótbolta í mörg ár og það er bara í mér að vera að hreyfa mig á djöflart, sko. Og síðan held ég að sé kannski bara einhver þjáning sem ég svala út frá því að láta reyna á skrokkinn á mér, sko. Já. Hvað segir þetta minn? Er þetta svona minni útgáfa af Ironman eða hver er það lengra eða? Já, Ironman er sko syndir 3,8 kilometra, hjólar 120-140 kilometra og endar síðan á marathoni. Á heilu marathoni? Já. Þannig að það er töluvert svona öðruvísi og rauninni lengri tíma. Fólk er að kúka í sig og hafa það ekki? Jú, fólk kúka líka í sig í marathonum og fólk var að taka hann Slippa út hjá þér í gæri það? Nei, þetta er ekki kúkað en þá í mig, sko. En þú pissar í þig, ekki? Nei. Þú veist ekki svona í lóan og bara svona tjökkari, skilju. Mér líður eins og það var í movie, skilju, ef maður myndi lendi, skilju. Mér líður samt eins og, er fólk ekki, maður er hreitt, að fólk sé bara að byrja að sjá bara eitthvað sem á ekki að vera að sjá okkur í þessum hlaupum. Já, sérstaklega ef þú ferð í svona lengri hlaup að þá ferð það bara að sjá, farið bara einhverja svona smá áskynjanir og þú veist ekki alveg hvað hittir og ert hálfruglaður, sko. Já, Þöggfær var þetta sem frá því, þetta Ironman, hann tekur einmitt svona mjög löng hlaup, sko. Já. Og hann var að segja þetta mitt, bara þetta, fólk er bara að ruggla, sko. Já, svona það er bara að sjá hann að runna bara og allt í einhver viniðin mættu runna sem mútti að hlaupa fram í, sko, og bara... Davíð er algjör savage, ekki? Hann er svakaleg hlaupari, sko. Davíð a.k.a. Thugfather. Yes, sir. Já, hann er alveg fucking magnaði, ekki? Hann er hlaupari, jú. Hann er líka magnaður. Bara 160 km, hann er alveg maður, sko. Við segjum oft, sko, að þú eignast mjög marga ímyndaða vini. Hann átt að fá vini, hann að hlaupa. Já, fyndi maður. Með þessi hlaup, sko, mér finnst það mjög áhugavert. Við Alex höfum oft talað um það, þegar fólk fer í svona super endurance sport, annarkvort eru þau bara eitthvað að wire öðris í hausnum eða þau eru að taka þetta í staðinn fyrir eitthvað annað eins og fíkniefni eða eitthvað addiction. Já, þetta er tent, sko. Þetta er annarkvort ertu á the spectrum, skilur við? Já. Því að ennleginn fyrir því til að fókusa á þetta, skilur við? Eða þú ert bara með demons sem þú ert literally running from, skilur við? Já. Þú veist, það er engin annar maður sem fara í þetta, sko. Nei, og þetta er náttúrulega bara, við deyjum okkur öll einhvern veginn, sko. Og við erum öll háð einhverju og það máli færa rauk fyrir því að það sé hollar að vera háðu þessu heldur en bara kókaín eða heróín í einhverju rugli, sko. En samt, þetta er samt, þú veist,
Já, þetta ekkert holdt fyrir því, sko. Nei. Það ekkert holdt að hlaupa ykkur ultramarathon að vera hlaupa ykkur 160 km, sko. Það það, ég skilja myndi ekki af hverju fólk gerir þetta þetta allt svona heilsufrík sem í þessu skilur Já. og þetta óþverri. Mér finnst ég bara að læra meira heldur en að fara bara í 30 sálfræðitíma á bara einu hlaupi, sko. Bara á sjálfum og lífi, sko. Já. Þetta bara hausinn. Já, bara, gera eitthvað sem, þú ferði gegnum einhverja þjáningu og lífið bara erfitt, þú hort að yfirst í einhverja hindranir og þetta bara æfið í því, sko. Þetta næs. Síðan ég bara við átt hugsa bara hvort ég sé bara snar ofurku, sko. Hvort ég bara get ekki slakað á, sko. Já. Þetta nefnilega, sko, hlaupið öðruvísi en að lifta þungum lóðum. Að lifta þungum lóðum einhvern veginn easy, skilur. Að lifta bara svona, það nice, en að hlaupa öðruvísi pain. Það einhvern svona pain sem miklu meira, þú veist, inside of you, skilur, í kjarnaniðinum, fattar ég. Það ekki bara vöðunar, ég bara svona, ég þoli ekki kardi og ég þoli ekki að hlaupa, ég hati þetta allt, skilur. Og ég bara svona, já, þess vegna ég svona, þegar ég sé fólk vera að gera það, ég bara, hvað að maður, why, skilur. Finnst það ekki miklu skemmtilega að hlaupa heldur en að lyfta okkar? Bara svona í bylgjum, sko. Mér finnst alveg ekki að taka tímabil sem ég bara að vera sterkari og rífi lóðin, sko. Hvað planið, body-wise? Núna? Já. Ég svona með grunar í fara aðeins í projekt að vera hraustur, en þá hraustari, sko. Já. Síðan kemur ekkert óvart þegar ég er búin að skrá mig í LA Marathon Ætlar að vera svona super slim hlaupari eftir 1,5 ár? Nei, ok. Það líka svo ljótt lúk. Ég vil vera hybrid, sko. Ég vil Ég er búin að sjá ógeðslega mikið hybrid athlete á TikTok, sko. Ég líka. Þetta crossfit dóti sem semi, þú veist, það hybrid athletes. Nýja þetta calisthenics dót, bara bodybuilding, sko, þú veist bara, getur gert hvað sem með líkamann, sko. Og sem líka okkur sniðið, sko. Ég vil bara vera, þú veist, ef einhver vinur myndi að hringja mig og bara, viltu labba Everest eftir, þú veist, hálft ára, þá ég bara klár. Eða viltu hlaupa marathon eftir 2 mánuði, þá ég bara klár. Eða viltu koma í jóga, þá ég bara klár. Ég held að vera hraustur, held ég, og getur gert allt þetta shit, skilur mig. Í staðinn fyrir að vera bara, ég bara runner, ég bara að lifta og allt þetta. Mér finnst það bara svona sexy nálgun, en það þýðir að vera aldrei bestur í öllu, sko. En mér langar þetta líka að félagið minn úti var að skora mig á að taka næsta challenge ætti að vera að henda mér í box og keppa. Já. Af því ég fór í nokkra tíma, ég var úti og mér varst það geðveikt. Það var svona nýtt sem ég langaði til að mastera, sko. Og var bara frekar þokkalegur í því til að byrja með, sko. Þrátt fyrir að, þú veist, ég hef aldrei kýlt einasta mann, sko. Nei, það samt svo næs að láta kýla, ég fer á æfingar núna hjá þökkvæðari með boxæfingar. Það ekkert aðeins næst að fara til daginn búin að láta kýla aðeins, sko. Já. Og kýla aðeins. Það svo næst, ég ekki grínast, sko. Það að vekur innri þig, sko. Arnar náttúrulega að díla við margar demons, sko. Taka það fram hérna. Elskar að láta kýla mig, sko. Já, þá kannski tökum við influencer boxing einn daginn. Já, bara. Það ekki Ólafs og Lil Karli. Það eiginlega fair. Þið eru similar body type, sko. Það alltaf meira sangjart en þú og, þú veist, stærri menn eða þú og minni menn. Já. Þú ert stór, hvað ert stór? 83. Þú er 1,83, hvað er þungur? 87, en þú? Ég er 1,84 og ég er 90, sko. Þannig að við þurftum eiginlega, þú veist, það 85 kíló múrin, sko. Þú þurftir að bölka þig upp í 85, ég kvötta mig niður í 85 og þá erum við komið fair fight. Ég hef aldrei verið þyngri, sko. Ok. Hvað viltu vera? Bara svona 77, þá verðum við svona, þá verðum svona pretty boy. Hvað ertu núna? 80. Þá ertu vel köttaður, sko. Já, ég fíla það, sko, mér er svo næs. Já, ekki margir vita, þú ert fucking hraustur, Arnar, sko. Helviti hraustur, sko. Já, ég er hefðið mig, sko. Ég er líka áhuga á svona dóti, sko. En ég myndi aldrei á æfinu hlaupa eitthvað helst marathon. Nei, ég sé ekki fyrir mig. Maður pípar ennþá þjóðtíðavídeói, sko. Þú ert inn í bílskúrunum, sko. Þú ert í helviti góðu formi þá. Já, shape. Já. Ég var einmitt, maður, ég vaknaði í gær, þunnur. Fekk memory from 1 year ago. Ég tek allt svona statusmyndir bara og sett bara svona dagsending frá hann. Sá ég fyrra, ég var svona tölvöld betra formi, sko. En þú ert þyngri núna, þannig að væntanlega meiri vöðumassi og svona. Já, það er bara 6 baki farið. Það er bara bulk season. Já. Gott að vera í veturinn. Síðan heyrir maður, sko, bara, maður hefur náttúrulega verið bara 3% fittu bara í fótbolta, bara 75 kíló bara, og síðan hefur maður verið aðeins bölkaðir og það virðist vera að fólk sé hrifnar að þú sért með ekki, þú veist, maður heldur maður vilja vera geðveikt köttaður, skiljum, en eins og fólk sé hrifnar að þú ert með ekki alveg bara 100% lín eins og sért að fara svið, heldur þú sért bara aðeins svona, þú veist, svona massífur, sko. Þegar þú segir fólk, ert að meina þá bara gælus, þú veist, hvað meina, fólk bara út á götu bara, ég fílaði betur þú það sem kjöttaður, hvað þetta komið? Þegar fyrir þetta kærtum minn, því ég verðum að varpa upp eitthvað mynd bara því ég var bara sem köttaðastur í rauninni, 75 kíló, og hún sagði bara, Beggi, þú var bara að borða meira, sko, ég var bara að bæta aðeins á þig, sko. Þetta bara ekki alveg næs svona og verð bara með mér aðeins meira á þig, sko. Já, hann að ég að refera núna til stelpna, en líka þegar maður fyrir Bandaríkjana þá
einhvern veginn meira eitthvað svona að vera svona massífur, maskulín, eitthvað svona eitthvað meira svona protective dæmi, skilur mig, það svona meira litið á það úti, en ég hef aldrei pælt í því hérna heima, sko. Já, mann líður líka, maður eiginlega hrustari og meira orkumeri þegar maður ekki í lágri fituprósentu, maður hvað finnst þér það? Já, það er alveg eitthvað sagt það að vera þyngri gefið auka resti, sko. Já, ég sammála því, sko, ég hef oft fundið fyrir bara mikil þreytu og orkuleysi þegar ég búin að vera að kötta niður og einhvern veginn mér líður eins og ég get ekki gert neitt, sko. Maður alltaf svona smá pirraðar þegar maður alltaf svangur, þegar maður alltaf í calorie deficit. Þú ert í rauninni ekki að borða nóg til að viðhalda líkamannum. Þú getur heldur ekki viðhaldið einhverju 3% af body fat, skilur. Það mun koma á einhvern stað sem mun stoppa og bara mun krassa, borða það síðan aftur, þingjaðu upp og síðan bara fara í samanpakkan, sko. Þú þarft að vera með að hlaupa 40 tíma á dag og bara get ekki verið að borða til þess að halda þessu, sko. Já. Halda lágri fituprósentu. En samt, það sett svo mikil krafa á strákar, skilur, að vera bæði geðvægt massaðir og geðvægt köttaðir, sem eiginlega bara ómögulegt. Staðalímyndina á líkamum á strákur núna bara sterkar en einhver tíma. En það eru allir á styrum? Nei, líka, og TikTok TikTok er svo sterkt fyrir bara hvað þú ættir að reyna að líta út eins og, skilur við. Hvað finnst þér alla styrabóltana? Þetta er ekki svona sterabolta lengur, þetta eru bara allir, skilju. Mér er bara, strákarnir sem eru fit, þeir eru líka bara fucking dæla. Það er tala líka sem, skilju, fólk bara svona super athletes og bara on the spectrum, skilju, þarf að gera eitthvað, eins og þú, skilju, bara þarf að hlaupa marathon. Eins og á spektrumni, eins og þú kallar mér, já. Nákvæmlega eins og þú, klálega flugeinhverfur. Svo sem fara hinalegin og fara ekki að hlaupa, heldur fara að lifta of mikið. Já. Skilju, þetta er næstu í sama dæmi, sko, nema þú kannski ekki að mikið að styrum. Skilju, hvað veist þér það sem eru orðnir allt og massaðir eða bara fokkin massaðir en er að dæla í sig? Er þetta ekki búin að missa svolítið sinn tilgang? Sko Svo er ekki hægt að hætta á stöðum og þú ert búin að dæla of mikið í þig? Já, ég er ekki mikill aðdáandi af stöðum, sko, og maður náttúrulega hefur djöflast í mörg ári, ég veit ekki hversu mikið ég hef æft og þú nær bara ákveðnu útliti en síðan verður að pæli bara í af hverju ert að hreyfa þig, af hverju ert að fara í gymmið. Og fyrir flesta stráka held ég að sé mér þetta, þeir þurfa að vera massaðar og köttaðar og svona. Ungu strákana, sko. Já, ungu strákana, og þá ertu að eldast við eitthvað sem er ekki að fara að fylla neitt hjá þér, skilur mig. Í staðinn fyrir, ég er að fara í gymmið til þess að bara vera heilbrigðari, til þess að vera hraustari, bæta mig og allt þetta, skilur mig. Þannig að ég, sko... Þetta shape kemur heldur aldrei sem múst að leta eftir. Nei, og þú sérð alveg shapeið á gaurum sem hafa verið að dæla í sig, skilur mig. Og þá kannski kemur hvatningin, akkur er ég að æfa mig í 5 ár til að ná að brotabrótið það sem þessi gaur hefur gert, sko. En þú veist. Já, þetta er bara the cost is too high, sko. Þetta er náttúrulega að hafa svo gigantísk áhrif á heilsunni þína, þegar þú ert á því og líka bara árum setna sem þú gerir ekki eins og grein fyrir þegar þú ert á einhverjum kúr, sko. Og ég er bara svona, þú veist, ég held að þegar maður er yngri og maður er óöruggur og maður er, langar að líta vel út, skilur út, því að það hefur svo mikið að gera með bara marga þætti í lífinu, að þá er það einhvern veginn þess virði þá. Held ég, þegar maður er svona óöruggur, þú veist, það var allan fyrir mig, skilju, þegar ég á 19 ára var ég bara skinny as fuck, ég er ennþá, en þá er ég alveg bara svona, skinny bein, þá var ég alveg bara svona, fuck, ég þarf að verða flottur, annars er enginn að fara að pæla í mér, skilju, þú veist, það er enginn að fara að taka eftir mér, skilju. Já, og ég er náttúrulega bara það er svo margir núna ég fór á stera þegar ég var 19 ára, sko, og bara til að bölka mig upp og ég var alveg bara svona, ég veit ekki hvað hef ég sýnt myndir? Jú. Já, það er alveg bara astanlegt. Ég er með sixpack myndar í símanum mínum, sko. Já, nei, það var kannski í kringum, þá var ég á nýbyrjar held ég, sko. Og ég bara svona, þá var það totally þess virði og en í dag er ég bara, hvað í fokkan var ég að spá, þú veist, þetta bara, ég held að óöryggið og bara svona, þegar maður ekki á nóg þroskar, þá er maður bara að hugsa og maður vill þessu hlutina sem ungu maður. Ég tala alltaf það bara svona, the insecurity of a young man getur leitt mann á svo slæma vegi, sko. Já, svo er þetta líka bara samkeppnin er erfið, sko, það ætlar að vera í, það eru flestir í eðlilega góða formi, þannig séð svona, það ert í fótbolta, það ert í geggjuðu formi, það ert ekki í fótbolta, þá þarfst bara að vera í gymminu 2 tíma á dag eða dæla í styrum, sko, það er bara annað hvort. Já, eða langar að líta eitthvað x út, skilja, það er mikilvægt fyrir þig. Eins og þessi svona ímynd er þannig séð núna, þú veist bara vera þannig sér venjulegur með sixera, sko. Já, einmitt. Já, þessi svona minna að tala með stráka og body image, sko. Þú veist, ég held að flest allir hafa dílað einhverja djöflað þar, sko. Já. Þú veist, allan hef ég gert það, sko. Já, bara massíva, sko. Þurfa að vera í ákveðnu standi og þurfa að vera massaðar og allt þetta dót, sko. Ég var mjög grannur þegar ég var yngri, bara þegar ég var að byrja í menntaskóla til dæmis, ég var bara algjört baby, stækkaði ógeðslega seint, var bara ennþá, þú veist, í krakkahæðinu minni þegar ég byrjaði í menntaskóla.
með drullu erfitt að þar kemur inn í einhvern hópa sem eru 20 ára gæjar með skegg og orðin massaður og þannig, sumir kannski bara á styrum líka, skilur við. Hugsaði líka svona, Captain America áður hann fekk serum það var Davíð, sko. Ándjóks, ég var svo mikill svona lítill skinny kid, sko. Arnór, getum við púlað upp mynda Davíð hérna, bara nýta hvað þeirst takkja verið til þess. Og ég held að það sé ennþá að hafa áhrif á mig í dag, sko. Bara þetta, þessi vanlíðan yfir að vera svona lítill minnumáttur og þannig, það hefur ennþá áhrif, það hefur ennþá drive fyrir mig og ég horfi bara í mig í speglinu í gyminu bara eitthvað að fucking curla eitthvað og ég bara eitthvað, þú ert auðmikið, skilur, ennþá þessi litli strákur, skilur, en maður náttúrulega orðin tölvöld skári og maður búinn að bæta, hugsununa allt þetta ógeðslega mikið og þetta er alltaf hana þetta er alltaf hana creepin, sko. Hvað finnst þið? Ok, við tengjum allir við þetta, tengið þú líka við þetta og ég, sko, sem ungum maður einmitt ég kalla það a chip on your shoulder, fattur þú? Þegar þú ert ungum maður og þú ert kannski lacking eða ákveðið shortcomings hjá þér, sko, þá ert alltaf, þú berða með þér inn í fullorðins áriðin, sko. Upplifir þú þetta líka eða hefur þú alltaf verið bara svona, já, ég er nokkuð bránar og þú ert ekki kannski að díla við insecurities? Nei, ég er með mín orgi, sko. Nei, ég alls ekki. Fólk heldur þessi fullkomin í landfróði, en alltaf hana, þegar ég var semst í fótbolta, þá var ég ég var aldrei bestur, sko, ég var aldrei góður í fótbolta í rauninni, sem gerði það að verkum að ég var bara stundum í halli og var í bíli líka, en síðan með vini mína, þegar við vorum að byrja að fara í gymmu og svona, þeir geta álega gert uppbyggingar og tekið 60-70 kilo í back, ég gat það ekki, það var risastór skömm fyrir mig að vera eini sem geti gert uppbyggingu, en leið og ég byrja að bæta mig í fótbolta og byrja að bæta mig í gymminu og allt í norður hraustur og komið sixpack og auðvitað fær maður þá athygli, skilur mig, og verður vinsælli og verður betri og svona, þannig að lengi vel þá var ég í mörg ár bara út frá 8 að vera bara massari, sterkari, betri og allt þetta. En eins og þú ert að vinna núna og ég er ennþá að vinna þá er ég að reyna að snúa óörygginu og óttanum út frá bara ást og tilgangi og vera betri einsleikur. Sko. Það er erfið transition, sko. Þú veist, það er svo auðvitað að kveita sér áfram með svona ótta. Það er ógeðslega þægilegt, sko. Já, þetta er bara 10 ára dæmi hjá mér, sko. Bara 10 ár bara að berjast við þetta. Ástæðan af hverju ég er ekki feitur, það er út af því að ég vil, það er eiginlega, ástæðan af hverju ég er í formi, kannski frekar út af því ég vill ekki vera feitur, frekar en að ég vill vera í formi, sko. Ég nenni ekki að vakna sem um daginn eitt feitur. Það er mjög áhört, ég hef aldrei verið hræddur við að vera feitur að ég hef alltaf verið svo grannur. Ég hef alltaf verið bara, þú veist, shit hvað ég er grannur, ég er svo mjór, skilur. Og líka það hjálpaði ekki þegar, þú veist, fullorðið fólk, kannski fólk sem var skylt manni, var að segja, þarftu ekki að fara að borða meira eða þarftu ekki að stækka eins eða svona, þú veist, hvað, sko, það brýtur eitt, sko, 15 ára niður. Gráta það. Líka bara svona, þegar, þú veist, einhver segir við, þú ert svo grannur og fínn og þú veist, það átti kannski að vera hrósa eða eitthvað hannig, en fyrir mig var það bara fuck, bara laser fókus í gymmi eftir þetta. Stelpur díla með mikið svona líka, þú veist, þú ætti ekki að borða meira. Já, ég mitt. Ég held að sé allt öðru sér fyrir stelpur, sko. Já. Það er það ekki exclusive bara, þú veist, að þær þurfa að létta sig eða vera grenri eða eitthvað hannig. Jú, bæði og. Á meðan strákar þurfa að vera, þú veist, með strákar stelpur, sko. Þetta er, það er aldrei sagt við stelpur, þú veist, að þú ert að vera massaðar eða eitthvað hannig. Það er aldrei sett svona massakröfur. Nei. En kannski er það að breytast. Kannski þurfa að vera með stóran rass og eitthvað svona núna. Já, minnst það að vera, það er ideal body type fyrir, er svona staðlímiti fyrir kvenmönnum, sko, ég held að það sé búið að breytast yfir árin, skilur, áður fyrir var það bara, þú veist, risa hérna, núna er þetta aftur komið aftur niður, en þú veist, þetta var svona flakkarinn á milli, skilur, það fer eftir bara hvað, þú veist, stóru áhrifaldin út er að gera, skilur, það er bara the new fucking rage. Kardashian gerir. Já, bókstaflega með. Hún er slim núna, sko, þannig að það er svona 2 ári allir að vera slim. Það er líka það skrítið að geta bara gert það og svo er það bara, já, this is what beauty is, skilur, svolítið wild, sko. En herri, má ég spyrja, ég aðeins að færa hérna yfir á annað þrepjuna, þú veist, ég þekki eiginlega bara af þér af TikTok og eins og Arnar var að tala um á, bara svona greinar á Vísi sem að sér bara eitthvað svona fyrirsagnir þar sem þú ert að vera eitthvað controversial. Og í rauninni veit ég ekkert mikið meira og ég held kannski að það væri gaman kannski að spyrja þig bara svona, jó, hver ertu fyrir fólk sem hefur ekki hugmynd þú veist, og hefur bara ekkert séð þér, þú veist, getur þú sagt mér og kannski hlustendum who the fuck you are, skilur, what are you about, fattur þú, hvað ert að gera bara yfir höfuð, bara allt það sem þú ert að eiga tímana þínum í. Ég myndi að það er til svona A-fundur. Hæ, ég heiti Beggi. Hæ, ég heiti Beggi. Ég bý í LA. Og mína syndir eru Nei, sko, í grunninn fyrst og fremst þá, í dag er ég bara einstaklingur sem er að gera allt í sínu valdi til að bæta tilveru annarra. Okay. Síðan get ég talið upp hvað ég er að gera í gennum tíðina, ég er með
Genum tíðina hef ég verið að hjálpa fólki að vaksa og þróast í lífinu með þjálfunarsálfræði sem svona spjall 1 og 1 með fyrirlesturum, með námskeiðum í fyrirtækjum, með greiningum í fyrirtækjum líka og hjálpa stjórnendum. Þetta marksjálfið, ekki? Nei, þetta er það er shit í nafni á þetta, hans betra Arnar, ok? Hvað er master í þjálfunarsálfræði? Það er basically sálfræði fyrir venjulegt fólk innan gæsalappa. Þannig í staðinn fyrir ég sé að hjálpa þær að díla við bara djúpt þunglindi, þá er ég bara að hjálpa þær að greina vandamálin og hjálpa þær að taka skref til að takast á við. Það getur verið að taka stóra ákvörðun, það getur verið að heilbrigða, það getur verið að díla við erfiðleika eftir break-up eða whatever. Það er bara að vera mannlegur sko, bara allar þessar mannlegur áskorun sem þú þarf hjálp með. Hlutir sem að flestir taka aldrei, þú veist, sálfræði tíma í að díla við, fólk fyrir bara til sálfræðings þegar komið kannski bara á lægsta punktin í lífinu sinu, bara liggur við bara á, þú veist, einhverjum ég mjög gefa slæmum samfélaginu stað, aðeins meira kredita. Ég held að fleiri séu byrjar að leita sér hjálpa en einhvern tímann áður, en ég held samt sem áður að það er klálega lacking, en ég held sér samt alveg aðeins meira það, ekki bara, ef ekki að halda það. Jú, þannig er allir að díla við einhvers konar tráma og einhvers konar erfiðleika, en mér finnst ekki tala þú veist, að fólk fari til sálfræðings til að, þú veist, verða betri í vinnunni, verða betri í ákvörðunum, eitthvað þannig, en þú veist, það er eitt af, þú veist, auðvitað á maður að gera það, eins og maður er að þjálfa líkamann sinn, þá ætti maður að þjálfa hausinn sinn og bara, þú veist, bara persónuna innra með þér. Satt, en það er þess að númer 1 hjá þér. Hvað sagðir þú? Doktorsnám í hverju? Já, ég ætlaði að koma að því. Undanfarna ár, ég er með podcastið 24/7, ég hef gefið út 2 bækur og núna er ég semst í doktorsnámi í Positive Organizational Psychology í LA. Nice. Og er svona að fikra mig áfram þar og er að þróa hugbúna þar. Þú varst að vinna ykkur verðlaun fyrir það? Já, við unnum keppni í skólanum, stærsta mannmyndsskóla í landinu. Sem var bara mjög gaman. Flex. Já, þetta, ego verður að fá smá næringu. Og síðan er ég direktor á einhverja rannsóknarstofu og síðan er ég að reyna að establisa mig sjálfan sem allt sem ég er búin að gera heima, úti. En þú náttúrulega, tók það mig 4-5 ár að bara vera bara vel góður á þeim stað sko, en úti þá bara kemur hann út og þú sér bara, ok, það er kannski einn Beggi Ólafs á Íslandi, eða þú veist fattar mig, sem er að gera sama og ég. Úti kem ég bara, ok, það eru svona 100.000 gæjar sem eru bara að gera nákvæmlega sem ég. Og maður var lítill, skilur við. Ok, þannig að rithöfundur, podcastari, rappari, ljóðskáld. Og veist, hvernig titli við hitt? Er það psychological, þú veist, help therapy, þú veist? Ég kalla þetta þjálfunarsálfræði. Þjálfunarsálfræði? Já. Þjálfunarsálfræðingur? Já, sko. Og rannsóknarmaður, scientist? Já, vísindamaður, rannsóknarmaður, já. Dr. Beggi. En ertu mikill grallari? Grallari, hvað mennur við því? Það er svona, prakkari? Já, síðan er ég bara, síðan er ég bara mannlegur, sko. Þráttur ég segi alltaf að ég sé ákveðin nörd en líka töffari, sko. Leið og slekkur kamerun, ertu að fara út í síkó eða? Já, eitt sportplís. Það var ekkert þegar maður var gamli Beggi, það var í gamla þetta á BF5 og maður var svo hart þegar ég var að spila fótbolta og maður fór síðan helgar og keyrði í sig, sko. Síðan var maður fannst okkur bara, mér varst sígarettur ógeðslegar. Mér varst bara eitthvað við að standa hana fyrir utan, lítill með egoða mitt, svona bara að vera að taka þetta snellu. Þetta er skelfilegt svæði, sko. Ég er að leita við þetta, sko. Svona ég er inni og þið eru að býða eftir að komast inn, svona tjata Þetta er versta svæðið, sko. Svona blása framan í skítuðu liði sem er að reyna í rauðan. Það er mjög mikilvægt að halda á henni svona, sko. Ekki svona, svona. Hvað ætlar að gera í því, sko? Blási smett á þeim. Jú, ég er algjör grallari, sko. Síðan er ég bara kjáninn Beggi í grunninn, sko. Ég er ekkert einhver, Hvað ertu gamall? Hvaða mótil ertu kannski? Ég er 92, 30 ára. Shit. Já, fokka, bara dauðin er að mæta bara. Það er ekkert spes. Hvernig var 30? Hvernig var hitting 30? Allt í henni finnst mér orðin hundgamall, sko. Og svona átta sig á því að öll svona æsku árin sé bara búin einhvern veginn, sko. Mér finnst það svolítið svona, ég held ennþá ég sé bara ennþá 23 ára bara og sami vitlsingurinn og þá, sko. En síðan ser maður unga ferska gauðra eins og, ykkur og aðra yngri og maður er bara djöfullir þessi gauðar ferskir og Ég er reyndar eldri en þú, en þú veist ekki stress. Hvað er þú gaman? 33. Út 33, þannig að þú er 90. Ok, þannig að þú hlýtur að hafa upplegað samt sama og ég. Með, þú veist, þú sérði einhverja unga í formi, standi og maður bara, ég var þarna fyrir 3 árum en það er rauninni bara 10 ár síðan, sko. Satt, ég tengi þetta. Þannig að, já. Tough crowd. Bara, já, en sko málið, þegar ég var 30, sko, þá hit me like a train, sko, því ég líka, þú veist, eins og þú vissir til dæmis, ég er eldri en þú, sko, það er á því líka svona, ég er ógeðslega ungur í anda og ég er alveg svona markmið mitt bara búið að hafa
gaman skilur og reyna að gera það eins mikið sko þannig að þú veist, fyrir einhvern veginn eins og mig sem bara ennþá, þú veist, að Jamma átó já, þú veist, jamma en líka bara svona, þú veist, ég að gera hluti sem ekkert fólk flestar á mínum aldrei að gera, skilur, sem bara svona virkilega virkur í bara alls konar shiti, skilur það alveg, þú veist, það var erfitt skref fyrir mig að taka, skilur þannig að ég alveg bara svona, það var ekki næs og to be honest, ég hef aldrei fílað að eiga afmæli, sko, ég var alltaf bara svona eftir milli 20 og 25, sko, var ég bara fucking nær 30 núna eitthvað hérna svo þegar 30 kom var ég bara fuck núna þarf ég að stopna fyrirtæki og byrja að græða pening og fjölskylda skilur þetta er þessi litli hluti sko sem hitta mann líka svona, eins og ég var 25 ára sko það er svona 25 ára næstir í 26 sko Það talaði að árin frá 25 til 40 ár sé runni óhamingisumustu árin Nei, alveg, hvað er rannsóknir það? Þetta er svona í runni sko sem eftir 40 hafa runni bara geggjaðir sko Elon Musk okkar maður eins og var að fara að henda kuppi hausinu okkur og yngi okkur sko En það samt ekki bara til að fólk eignast börn á þessum tímabili og það er erfiðast Ímyndaði þú ert að mæta á 25 ára aldurinn eða eitthvað og þú ert bara að mæta í stóra heiminn þú ert alltaf bara að vera á mömmu og pappa og bara þarf ekki að hugsa neitt sem mætur bara, herðu, ég þarf bara, íbúð, börn bara stóra ákvarðandi varandi makaðinn varandi vinnu og allt þetta er bara ógeðslega töff sko sem flækist bara lífið aðeins sko Já, mitt Svo þetta er líka aldrei sem að mamma og pappi eru orðin svona gömul, þau verða gömul mér skrýtir núna sem mamma mín og pappi eru nýjan amma og afi og mér svona hvað er jóngina, þeir eru bara mamma mín og pappi hætti þessu þetta er svona, er hún svo gömul maður er hits Má ég spyrja einu Beggi, en að þú veist út í að þú ert að spára svo mikið í, þú veist the human experience, I guess, þú veist, þú veldur upp á því skilu, það er þitt fag og þú veist að tala núna, þú veist, þegar fólk þarf að taka stóra ákvörðunir og díla við vissa hluti og allt þetta skilu má ég spyrja hvað finnst Íslendinga þú veist, og hvernig þeir, þú veist, hvernig þeir velja sem maka, hvernig þeir eru í vinnumkörnu, hvernig þeir eru yfir höfuð bara sem mannfólk að taka mannlegar ákvörðunir því að, þú veist, mér finnst sko flestir vera algjörlega þroska eftir og mér finnst þeir vera algjörlega wandering in the dark og veit ekki neitt hvað að gera og enda í samböndum eða í vináttum sem eru bara ótrúlega slæm fyrir og þau sjá það ekki taka ekki eins og eftir, mér finnst allir vera ógeðslega uneducated í því að taka sem er kannski akkur þú ert kannski well employed skilur þú, því að fólk endilega er ekkert meðvitað hvað er í gangi út af því að þau er ekkert að spá í því, fattar ég Hvað finnst þér Ísland og Íslendingar bara að lifa lífinu og taka lífsákvarðanir? Út frá þá maka og vinnu basically Maka, vinnu, vinir, þú veist að bara þessi mikilvægi þættir, skilur peningar, þú veist bara Ég veit ekki hvort það á bara við Íslendinga en það virðist vera mikið svona öryggistörfi í okkur varandi það, þú veist maður tala við svo rosalega marga sem eru í ákveðnir vinnu eða ákveðnir stað og vilja breytast og vilja taka breytingar, taka stökkva tækifærin og svona en þau bara þora það ekki síðan gera þau alls konar afsakanir með bara, heyrðu, ég er með laun og ég þarf að sjá þetta ég þarf að gera þetta en þau einhvern veginn þora aldrei að taka stökkið út af það er ákveðin óvissa og allt þar fram með guðunum sko varandi sko það er eitt, mér finnst margir sem þurfa að skora sig á hólma og fara eins út fyrir bóksin eins og þú ert að gera, þú ert að halda í Alex sem er bara ungur hann bara elskar að gera hlutina sem hann er að gera þrátt fyrir hann sé 33 ára, þá er hann bara sami Alex í grunninn, skilur og við þurfum að halda í krakkan okkar sko og barnið í okkur en varandi sko datinglægi, það er svolítið sko við erum svo ógeðslega fá og það er alveg kostur og gallar við það í rauninni, skilur mig af því að þú veist það er bara ein manneskja aðra mannesku og það vita allir einhvern veginn bara allir hafa einhverja hugmyndu hvernig einhver einstaklingur er þú veist, ef ég myndi ekki þekkja Arnar, myndi ég vera bara, þú veist, já, hann er svona sem myndi ég vera kannski tala af Arnar, þá var hann kannski allt öðru í sí og ég held að sé nálægin er góð fyrir okkur og náttúrulega leikurinn hefur svolítið breyst út af öllum þessum dating-öppum og sem, þú veist, Instagram svona aðeins öðru í sí heldur en þetta var í gamla daga varandi, sko, og það sem ég finnst kannski varandi Íslendinga, mér finnst það rosalega mikið af því að maður er búin að vera úti í fyrsta lagi þá erum við hræddari við að vera opnar við fólk og tala við fólk á götunni, skilur mig vera opið fyrir að kynnast einhverjum algjörlega, það munur kannski á, já, 100% við erum ekki að come on nice, sérstaklega eins og Kanin er extra nice, sko en ég er kannski meira pæli, þú veist, eins og það sem ég er að meina með spurningum minni er, þú veist mér finnst sambönd, þú veist, þegar ég heyri, þú veist, fréttir sögur og ég svona, þú veist
veit svona hvernig samböndin eða kannski vináttur eru hjá öðrum og ég svona heyri bara hvernig þetta fólk er við hvort annað þá ég bara hvað í fokkanum er í gangi hérna skilur þú veist, ekkert eðla toxic hegðun skilur fólk ekki að vita hvernig að díla við þessar aðstæður kann ekki díla við tilfinningar sínar þú veist, eru bara unregulated og markalaus gagnvart hvort öðru og ég bara svona mér finnst þetta að vera meiri hlutin skilur Já, sem eru bara ekki að taka samræðan og eru ekki meðvitaðar sína hegðanir og hvernig áhrif það hefur á 100% bara það veist ekkert communication þú veist ekki eins og pælingum að þessi communicata þau eru bara walking in the dark skilur og þau eru ekki að hugsa nei maður það er engin eitthvað herðu já hvað hérna nei það er engin reflecting on anything skilur og það er það sem langar að spyrja út því að ég alltaf ég hugsa bara Íslandi ég er bara veist en kannski á þetta kannski við allan heiminn út því að veist ég á vinni út allan heim og þetta er basically sama saman þar mér finnst svo fáir vera bara meðvitaður umhverfið þeirra á fólkið og tilfinningar hliðina skilur og þess vegna mér langar að fá þitt alveg á því að þetta er það sem þú ert að leggja mörkum skilur þú veist finnur þú fyrir þessu líka og ósamlega finnst þér þú veist ég vil alltaf halda sér fullt af góðum samböndum á úti og vináttum sem eru bara gett fallegar og wholesome og fólk er að communicata og er að standa sig vel skilur í því að vera gott og hvort annað en ég bara svona ég sé það ekki en það er kannski út til að líka þú veist það talar veist það eru færri að tala þau sambönd skilur út því að það fólk er ekkert eitthvað að vera með læti skilur eins og slæmi samböndin skilur eða slæmi vináttuna sko. Jú, maður sko ég held að fólk hræðist bara að vera smá eins og í samböndin bara að vera vulnerable skilur mig Já. bara að segja herði mér til þess að átta þig hvernig þú líður og hvað þú ert að hugsa og svona þá þarfst að tala en þú nærið ekki að registrera fyrir þú byrjar að tala eða skrifa það skilur og þú veist tökum bara dæmi það eru 6% fólki sem les bækur eða eitthvað og hvað heldur þessi margir sem eru meðvitaðar hugsanir sem að dynja á það á hverjum degi, skilur mig. Það er svo mikill hraði og við erum bara að fara í gegnum daginn, svo mikið af truflunum að við erum sjaldan að staldra við okkar tilfinningar og okkar hugsanir. Og síðan er það, þú veist, hræðslan við að segja sannleika við annað fólk og vera að tjá sig almennilega við makaðin eða viniðin og hugsa bara, heyrðu, hvað vantar mér og hvað þarf ég frá makanum mínum, þú veist, hvers konar samband vil ég, hvers konar maka vil ég hvernig vil ég vera elskaður og hvernig vilt þú vera elskaður og hvaða eiginleika fíla ég og hvað eru grænuflöki mín og hvað eru rauðuflöki mín og þú veist, þú þarft að vera búin að átta þessu og bara pæla í þessu sko Já, mér finnst enginn vera að gera þú veist, ég heyri svo lítið af fólki þú veist, ég heyri aldrei hetjusögur af fólki sem er bara doing it right, þú veist, og ég er bara svona mér finnst það svo leitt, eina sem maður heyrir er bara svona fólk að vera gjörsamlega þroska eftir, ég er bara svona fuck, veist, er þetta bara, eru þær sögur hærri, eða heyrist meira þeim út því að það er meira spjall það og wholesome samböndin eru bara, það er enginn að tala þau út því að þeim bara gengur vel Ég held að sé eins og þetta segist, það eru bara hærri, það er fullt af wholesome samböndum úti og það þarf líka ekki alltaf, ég held að sé mjög mikið svona sambönd sem eru bara wholesome og þau eru ekki svona, það þarf ekki alltaf að vera svona ykt sambönd, bara eins og svona félagar, maður á svo mörg wholesome sambönd bara með félögum, bara svona fullt af fólki eins og Begga sem maður þekkir ekkert en þetta er bara svona félagi og þetta er bara fattu ég hvert þeir fara með þetta þetta þarf ekki að vera alltaf eitthvað svona gett djúpt, fattur þú? Já, sko, þú veist en ég líka, ok, segjum það, já, algjörlega þau eru háarari, en ég líka hugsa bara, þú veist svo líka bara vinir vina minna, þú veist, sem maður fær bara að heyra þetta er ekki endilega háara fólki, þetta er ekki endilega sögur sem er að berast út í það er bara wild ofbeldi í gangi hana sem er bara crazy, þú veist, þetta er líka bara svona þú veist, mér finnst líka bara svona hringinir sem eru nálægt mínum hringum, mér finnst ég alltaf heyra bara fucking umulega hluti, ég heyri aldrei bara já, þau eru svo, þú veist, eitthvað fólk vil ekki tala um það og þú ert líka kannski aðeins meira svona grallarast út í þessa hluti og leitast út í eitthvað fólk og reyna að vita meir um svona skilur heldur en kannski venjulega maðurinn sko Já, nei, 100%, það er til ég var áhuga á því sko eins og Beggi það er svona langar mér svo mikið að spyrja um það sko því að þú veist, mér langar að heyra bara hvernig púlsinn þinn gagnvart þessum hlutum er skilur, sérstaklega gagnvart kannski í þínum hringjum og fólk sem þú tala við út því að þú ert að tala við mjög mikið af fólki skilur og ég er bara svona, þú veist, Íslendingar á svo mikið í land með að vera opinn vinni, svona skilja sinni eigin tilfinningar og vera healthy communicator og ég er bara svona þú veist, ég vil halda Ísland sé á betri stað en þetta, en ég held ekki ég held genuinely ekki, þess vegna langar mér að fá feedback frá þér sko um þetta sko Ég held að meiri hlutin er ekkert að spá í þessu sko Nei Það er bara að halda áfram að lifa lífinu sinni og ég þarf ekkert að spá í hvernig lífur Ég er að segja það, það er svo fucking wild fyrir mér sko Það er wild sko Út af því að tilfinningarna þín eru svo fucking huge partur af lífinu þínu bro Það er massífur og að þú skuli ekkert vera eitthvað reyna að túlka sjálf og skilja sjálf til að vera betri einstaklingur gagnvart fólkinu í kringu þig er wild Það er wild að flestir eru ekki þannig Það er bara, ég get ekki fucking wrap my head around it sko En samt bara, if you do the math, fólk vinna 84
og svo screentime vanlega svona 6-8 tímar dagurinn er búinn sko. Svo helgin, þá varst að fá það með strákunum skilur, það er fucking gaman þegar helgin er búinn, þá aftur önnur vika sem 8-4 og 8 tímar. Þannig að þú segir bara við höfum ekki tími í þetta. Við erum bara búin að deyja okkur það mikið að það er ekki hægt að, það er ekki eitthvað svona. Ég er sammála því sem að þú ert að segja með að fólk hefur ekki tími í það, af því að förum tilbaka kannski svona 50-60 ár, bara einhver sjómaður á einhverju skipi, skilur hann er bara að fucking grænda alla fucking daga til að sjá fyrir fjölskyldunni, svo kemur hann í land og þú veist, hann er ekkert að fara að vera eitthvað núna bara að tala tilfinningarna sína, hann er bara að fara, þú veist, njóta, skilur, vera með börnunum, vera með konunni og hvað þannig, þú veist, en það er það að vera líka með sjálfur, 1 mánuð ekki vinna. Algjörlega, en þú veist, ég held að hann hafi raunverulega ekki þú veist, verið að pæla í þessu og haft áhyggjur af þessu, eða enginn haft áhyggjur af þessu á þessum tíma, þú veist, ég held að fólk hafi bara verið að lifa lífinu og bara krúsa gegnum lífið. Það er ekki sjómenn, sko, það er bara einhverju alvöru kallmenn út að sjó bara, þú veist, þeir eru ekki bara eitthvað, hei gamli, hvernig lífið þér maður? Það er bara þessi hérna, það er ekki hauskur í morgunmat. Já, og ef þeir taka spjallið þá er bara, já, þetta fyrir eitthvað slæmt en áfram gatt, þá er það bara, já, neikur, við áttum alveg intimate talk og við fórum mér og miklu betur núna. Og þú veist, kannski misti bara 3 vini á túrnum og bara, og það er hálftíma spjall bara, já, áfram með þetta. Þetta var nú meira vesenni maður. Adam, ég er að pæla, hver er svo bestu vinur? Hver chillar með? Og það er spurninga. Nei, ég er á rosa marga vini, en ég er með rosa mismunandi vinahópar sko. Alltaf svona kjarnavinahópurinn minn er ég veit ekki hvort þið veitu Gummi Júl og Hjölli og ég veit ekkert hvað það eru, en þeir eru svona Ég var vonast til það að vera Gummi Kíró sko. Gummi Kíró, ég hef aldrei spjallað þann kóng. Alveg? Nei, hann felur sig sko. En síðan er maður, ég líti á vináttu sem út að svala mismandi þörfum. Einn vinur er sennilega ekki að fara að gefa þér allt. Vonandi getur hann að gert það, eða Maggi eða whatever. Þú hefur ekki kynst Davíð sko. Nei, mín sko skynjun og perception á Davíð er bara að þessi toppnáðungi með góð orku sko. Hann kannski myndi hann tapja öll bóksina, við þurfum bara heyrast og... Já, hann sko, glimt sig, já hann sko. Ekki spurning. En þú veist, þú vart sumavinnin til þess að bara, þú veist, fyrir safety og support, bara einhver sem styður þig, einhver sem getur hjálpað þér, einhver sem hjálpað þér að vaksa eða úr náinn og síðan þarftu bara einhver til þess að fucking slaka á og njóta og hlæja og allt þetta. Mér finnst ég bara næra þessi box með mismunandi einstaklingum. Þú ert mörgum vinahópum? Já, þú veist, Nökkvi er góður vinur minn, mjög góður vinur minn. Hann er einhverjur. Asinn þá. Hann er á spektruminu. Já, heldur það? Það er sko mikið af fólki eins og úti sem verða prófessorir í háskólum og svona, það er með bullandi ADHD sko. Já, ég er ekki að segja það sko, ekki ADHD heldur on the spectrum, já. En það ekki, þú veist, sem vinur hans, staðfestu það. Þú veist, jú, ég skal staðfesta það. Hann er on the spectrum sko, og hann er náttúrulega bara, hann er allt, on the spectrum er náttúrulega bara allt öðru sem allir aðrir. Er ég allir á einhverju spektruminu? Er ég á spektruminu? Ég veit ekki, ég er bara að kynast það núna sko. Á TikTok ertu á spektruminu, en in real life þá ertu ekki on the spectrum. Ég heyri þetta rosa oft frá vinnum mínum. Mér finnst ekki að geta betur þar sko. Bara hérna, ok, býtu, við erum að taka hana búnt hérna, sko, ég heyri svo mikið að fólk heldur í sig ákveðin típa þegar horfi bara á TikTok og Instagram hjá mér. Já. Og síðan kynnist það með hann og það áttaði sig á því að ég er bara gaur og 30 ára og bara, einhver vitlisingur skilur, þannig lað. Þannig að það kynnist mér svona meira náið og mannlegra og ég fæ þetta oft svona, kemur fólki á óvart þegar ég kynnist þeim út af því að það hafa gefið sér ákveðna mynd hvernig ég er á TikTok og Instagram. Veitu, hvað getur ég gert betur sér? Á TikTok er spektrum beggi og svo in real life þá er bara grallara beggi sko. Þetta er komment sko. Það er að koma meira grallara beggi á TikTok. Já, eiginlega sko. Það þarf að vera meira sko, þú veist, langtörm og þurfti eiginlega bara að vera með podcast og tala og þá kemur þetta náttúrulega út. Það þarf að koma, þú veist, TikTok er erfið leikur og þú hefur 15 sekundur til þess að láta fólk þarf bara tune in 15 sekundur og vera super intrigued. Annarkvæmst þarf að vera bara super emotional með tónlistundir að tala og í stumma herbyggi eða þú ert að vera hlægjandi að segja sem þú segja, skilust, og hafa gaman að og grilla eins í liðinu. Já. Þú veist, mér var svo geggjað því ég var náttúrulega að vinna með Kívi var náttúrulega bara bakum mig hérna því ég var í Íslandi sko og þá náttúrulega að því ég er bara rosalega að gera margar hluti og þetta er eitthvað eitt sem ég er ekki tilbúin til að gefa mig tíma í að masteri, ég gæti alveg gert það. Nökkvi fæl að gera nákvæmlega sama, hann sagði ég ætla að gefa mér 5 mínútur á dag til að gera þetta, þannig hann pekar bara síma, hann pælt ekkert í þessu og þá, en þú pælir ekki í því að það eru skilur 1000 til 50.000 manns að sjá þetta samt. Það ætti kannski að vera aðeins meira en 5 mínútur sem ætla að gefa það. Það er eitthvað hárrétt sko, ef maður ætlar að gera þetta, en drauma heimi væri bara með ykkur á baku mig skilur, eða einhverja algjörða snillíkar sem myndi hjálpa mér að gera þetta, af því að þú veist
þið myndu ná því fram og gera þetta áhugavert en þú veist, ég bara limited time og ég bara gera hluti Það sem ég segja, skilst, ekki vera að gera þetta svona út heldur gerðu bara podcast og þá ertu bara með klippar sem bara, herru, þeir sagði eitthvað sniðið til podcastinu, klipp það út og setja á TikTok og þá er það líka náttúrulega, þá er þetta samræða, skilur, en þá er þetta ekki það er svo erfitt líka, og svo líka íslenska heiminn það er ógeðslega erfitt að tengja við fólk á TikTok í gennum íslenska heiminn, sko Já, en síðan getur lítið bara Arnold Schwarzenegger Þú veist maður sjá þættir með honum, Nei, hann var bara eitthvað að fólk var að geggjaði þættir og fólk var að kritisera ástríska hreimina hann var bara I don't give a shit about that og bara keyrði á sig og bara náði sín þessum árangri sko. Arnold heyrir svona að segja saman þú sko, bara já, hreimurinn sko, hann bara nei, ég ætla ekki að lega neinum að segja með neitt með neitt hreim og ég ætla að vera stærsta kvikmyndastjarna í heimi og hann gerði það sko. En ég hugsaði þetta með podcasti sko, það er bara náttúrulegasta setningi og þú getur nota klippinu því til að dæla á alla miðluna og ég er í rauninni alltaf að leiðin að gera það sko. Það er líka allir líka að færa sig yfir það, það er allir orðin svo þreyttir á því að vera að reyna að gera eitthvað, þetta getur við gert magnaðar 15 sekúndur náttúrulegar nema það gerist óvart, fattar þú? Já, það er hárrétt hjá þér. Það kemur líka bara alltaf best fram í staðin fyrir að plana hvað þetta að segja í staðin fyrir að koma bara inn og segir Já, það er að taka þeirra á klippi sem segir það sama og þetta er bara skrítið sko mismæltið þig okkur Já, það er komin upp í take nummer 5 sko, það er bara og þetta er svo þrýst líka því ég kann að sjálf við þetta er bara svona, ég fucking hata sjálf mig sko Þú ert, en samt Arnar, þú ert öðruvís, við til og með sem svo Aron Móla skilju, hann er bara natural entertainer og kynni skilju, hann getur rústað þessu shit easily, en þar á því hann er extroverted og líka er bara meira, veist, þetta er meira hans þægindar rammi skilju, en þú ert náttúrulega introvert skilju sem er settur í extrovert aðstæður skilju, þannig að eðlilega er þetta erfiðara fyrir því skilju, þannig að það þeir ekki að sé erfiðara fyrir alla skilju. Mjög fennskver. En það var eitt hérna sem ég á með fyrir þig. Ertu tilbúin? Ég ætla að enda þessum með djúbulögina. Byrjum þetta rólega samt. Byrjum þetta rólega, og þetta henda mér í djúbulögina, byrjum þetta rólega. Til í það. Herru, Ríða drepa giftast, Curly, Alex eða Davíð. Já, nice. Svakalegt. Þú eru ekki með það? Sko ég sá Davíð í gyminu daginn og þvílíkur skrokkur og holninga á honum og ég var með þetta allt á hreinu þannig að sko og síðan sko orkan sem ég fyndi frá Davíð líka mjög góð sko þannig að ég held og hann virðist vera svona hvað ég segja mest down to earth hérna inni þannig að ég myndi kjósa Davíð sem minn lífsförnund þannig að ég myndi fara á hnén fyrir Davíð þá er ég að fara að tapa Nú þá horfum við á mér og Alex og sér að fara að ríða Sko, já, og rökjum í bakvið þetta svar er að Alex, ég var alltaf bara að hitta þig fyrst skipti núna Fair enough, ég tekur þess ekki persónulega sko. Og ég þyrfti helst að drepa þig sko Já, ég get alveg tapað þessum krullum sko. Það gæti breyst samt eftir podcastið sko En vonandi þú er myndalegu maður allt uppi þig Þannig ég myndi bara taka á þér Hoppa bak I take it sko, ég myndi bara bakbæki Herra, núna erum við komnir í djúpuröðinu Þú varst bara í kaldapottinu Það var bara kaldapottinu, ég var ánægður með tónlistina og svona Sko, núna sendum við Það er eiginlega helst að kontribúti því á Arnari sko, eru takkanir sko Ríða, drepa eða giftast bæki Jordan Peterson, Top G eða Hildur Sif Þessi er djúb sko Sko, ég náttúrulega var með Hildi í 8 ár sko og veist, þannig að ég er búinn að upplifa það 8 ár Þannig að ég myndi drepa Top G Ég myndi giftast Jordan Peterson bara upp á upplöfunina svo ég myndi bara svo eiga eina góða kvöldstund með fyrirhandi kærastunni sko Fallega sagt, vel gert Gott svar Þetta var mjög gott svar En leiðist að láta Top G fara sko Við erum miklu Top G menn Það er rétt Þú ert búin að heita Jordan maður, kannski ekki láta hann fara Ég var aðeins að reyna með hann en konan svo hliðan á, en það var erfitt sko Já, hvernig var það? Tókstu dinner með honum eða? Við tökum Jordan Peterson eftir, þetta með fleiri spurningar Já, ég með eitt viðbútina Þetta er ekki spurning Er þetta dýpstaða? Já, þetta er það sko Nú varst að fara að valega sko, tilbúina Nú var ég að fara að valega Jæja, við erum komið með Beggi Ólafs hérna Beggi Ólafs settu þið semst í logoauðinu kannski bara Beggi Ólafs elskar að hlaupa
var að hlaupa Ironman í 15. skipti þegar hann alveg farinn í hausnum, búinn að missa allt vit og hann sé svepp út í kanti í glórhungraður. Beggi borðar alla sveppina og svo viku setna hann dottinn í bullandi neyslu á spólakaf. Svo spóluðu fram ár fram í tíman þegar neyslan klárar sig Begga, hann hættur í neyslu og hann búinn að finna sjálfan sig. Og hann búinn að prýtsa á TikTok að allir að finna sjálfan sig og elska sjálfan sig og allt það. Þið þekkið svepparútínuna, jörðin þú og þú ert jörðin. Þú ert búinn að lita hárið blátt, Beggi. Þú ert búinn að klippa á félagann og þú heitir núna Begga. Þín pronouns eru Slay Girl, The Girl, Begga. Hvert framhaldið sem Begga? Læturðu á þig til aftur eða heldur áfram að prýtsa jörðin þú og jörðin lífið og verður þú sjálfur? Hvað gerir Beggi? A.k.a. Begga. Þannig ég vakna upp eftir ár Jep. eftir sveppatripp og ég er búinn að gjörsamlega breyta mér. Búinn að klippa til hann, komið blátt hár Og hvað ger ég? og pronouns eru Slay Girl. Sko, maður myndi bara annarkvort óna það Já, eða bara þú varst að velja eitt, það er svona Já, þú varst að vakna, Beggi, hvað gerirðu? Hvað ger ég? Herðu Ég myndi óna það bara. Já, bara go all in sko. Halda áfram. Já, bara halda áfram. Þetta eru svo mörg layers. Já, mjög. Þú búin að ára að segja Ég öllum myndi fara bara í annars sveppatripp og lengja þetta með nokkur ár og þú veist. Þú myndir halda áfram Sjáum, mestinni. sjáum til hvað myndi gerast þá sko. Já. Hefur prófað sveppi? Já. Þegar þú segir já, ertu að meina þá þú veist, tókstu stóran skammt eða varst að mikrodósa, þú veist? Ég fór í hérna Og þú nökkvi í móa? Nei, þetta hefur nú aldrei verið hérna, ég hef aldrei sagt þetta óumbrjuðlega en hérna, ég fór í sveppatripp. Var það svona ayahuasca-dót eða var þetta Nei, þetta kakó? var bara psilocybin sveppir. Ok, Og þetta var Segðu okkur hans frá því, hvernig var það experience? Sko, ég upplifa margt á æfinni en það er ekkert sem kemst í líkingu við þetta. Já. Þetta er einn magnaðastu upplifun sem ég á æfinni átt. Breytti þetta lífinu og perspektífi? Gaf mér bara ákveðna innsýn sem ég hafði ekki hugmyndum fyrir og ég náttúrulega, þú veist, ástæðan okkur ég gerir þetta því að það er allir merkir hugsuður og sem eru búin að prófa þetta sem var ég búin að lesa bara mig til í nokkur árum rannsóknir bak við þetta, hvað það getur gert fyrir fólk varandi, þú veist, margar rannsóknir sem benda til þess að þetta sé gott fyrir til þess að eiga við þunglindi og tráma og addiction og whatever. Og ert þú að díla við eitthvað því? Nei, ég hef átt að stórkala heilbrigða æsku, auðvitað er einhverjar addiction varandi bara, þú veist, eins og við farið hérna fyrir í podcastinu. En mér langaði að fara inn í þetta út frá svona intellectual perspektíf, sjá aðeins bara hvernig það var og sjá aðeins inn í, sjá lífið mitt aðeins út frá öðru sjónarhorni, sko. Þetta er það magnaðasta sem ég á æfinni gert, sko. Okay. Fórstu í bara alveg trip sem sagt, þú veist ekki, þetta var ekki eitthvað svona micro. Nei, það Microstemming. voru hérna, hvað endaði þetta, ég fór bara til tungsins, sko. Já, nice. Hérna held ég að tekið 9 grömm. Og varstu með svona sha-sha með þér og eitthvað svona? Já, ég vildi gera þetta í mjög, gera þetta í mjög safe setting með fagaðala sem var að stjórna ferlinu. Varstu með þá shaman, eða þú veist? Já, ég var með einstakling í þessu sem er mjög fær og hefur verið að gera þetta í mörg ár sem ég treysti fyrir þessu, sem stjórnaði þessu með tónlist, með bong og með alls konar pælingum, sko. Það er alveg hjartenging, sko, og 9 grömmi líka, það er að tala saman, sko. Já, þú ert ekki að tala neitt, sko, þú ert einhvers staðar allt annars staðar. Já, maður er bara einhver staðar, sko. Og hérna, ég er bara svona, ég vissi ekkert, ég vissi alveg hvað ég var að fara út í, en maður spurði bara hvað viltu mikið og ég sagði bara, ég er bara all in. Það skeiði mig bara eitthvað og hérna, og síðan var ég með, og ég var bara með svona yfir andlitinu allan tíman og var bara að garfast í alls konar. Yfir andlitinu? Já, bara svona blindfolded. Þannig ég var ekki að skoða neitt í umhverfinu, ég var bara inn í hausnum á mér. Áhugavert, ok, það er það múvið ef þú ætlar að fara í eitthvað full trip, er bara að loka á allt, það fer eftir því bara hvernig þú er stemdur, sko. Ég var alveg boðið að taka þetta af og hérna fara að skoða eitthvað, en ég var bara góður, sko. Og síðan var ég bara vakinn upp eftir, ég veit ekki hvað, með langur tími. 3-4 tímar? Já, síðan, nei, þetta endaði í 8 tími með eitthvað. Og ég var vakinn upp eftir einhver tíma og bara, viltu meira? Og ég bara hérna, ég er all in. Það er geggjað. En hvernig er þetta, þú veist, þegar þú ert í þessu ástandi, þú veist, ertu meðvitaður hvar þú ert og hvað þú ert að gera? Ertu meðvitaður að þú ert að finna fyrir ákveðnum hlutum? Já. Eða ertu svolítið bara að leyfa þess að koma og ert bara svolítið að leyfa heilanum að taka svolítið yfir? Já, þú verður náttúrulega bara að sleppa aðeins tökunum að leyfa svefnum að taka þessum átt að fara, sko. Já. En þú ert samt alveg meðvitað, þú veist, svo ég var að upplifa kannski eitthvað hérna lengst uppi, en samt vissi ég að líkamanum mínum og kannski verið að gráta í upplifun, en ég var að upplifa eitthvað allt annað
í upplifun í einhverjum allt öðrum heimi þannig þú skynjar á svo mörgum levelum sko. En þú ert alltaf meðvitaður sjálfa þig og sért í rauninni human, þú þarft einhvern veginn bara að droppa öllir sko. Þú veist, ég var með fullt svona, ég vil fá þetta úr þessu sem ég var bara taktum bara sem ég var að fara sko. Og ef það dimmir stæðar, þá er ég bara klár. Þeir segja það sé eina leiðin sko. Já, að því leiðu berst á móti þá fer ég þetta slæma trip sko. Já, og þá fer allt í fjandans. Já. En svo þarftu líka smá sko, bara í þinni vinnu, eða bara þinni grein. Fólk er náttúrulega að byrja að taka þetta mjög skipta út þunglyndislyfjum fyrir svona sveppi og svolítið stótt sko. Þannig að þannig sé sko, maður þarf smá að prófa þetta skilur. Ég var alltaf skítrættur við þetta en rosalega tilbúinn til að prófa þetta sko. Þú drekkur þú? Já. Þú elskar að fá þér? Nei. Þetta er bara, you like to drink, you're not alcoholic. Við skeggja að fá mér bara, þú veist, 2-3 bjóra rauðvín með í góðræna hópi sko. Já. Og eftir, ég fór ekki að djammi í mörg ár sko því ég var á föstuðurinn en síðan hefur maður þurft að kíkja aðeins niðritið þegar maður var á lausu sko. Ég leita Magga. Ja, þú veist, ekki leita, bara annað sem kallar í þig. Þú veist, fyrir mig að því ég var í sambandi að, þú veist, af hverju ég að fá mér eitthvað meira en 2-3 bjóra því ég bara er góður sko. Nice. And back to the trip. Var það á Íslandi? Já. Já, nice. Íslensku náttúrunni, en þú vildi samt ekki áhna augun? Ég var ekki í náttúrunni, ég var inni á ákveðnum stað. Já, en ég er að meina að skilust þetta getur nú allir klikkað nema að sért í Breiðholtinu. Já, nákvæmlega, síðan kannski er það bara eitthvað sem maður á eftir að sért í Breiðholtinu. Það heldur fara valega sko. En það er rosa hippilegt en bara þakklæti, ást og samkennd bara. Þetta er samt ekkert hippilegt maður, það eru allir að þessu, það er bara nokkri útvaldir sem að tala um þetta opinberlega skilur. Já. Þú veist, eins og ég segi skilust, ég þekki ógeðslega marga sem eru doing it daily, bara svona micro í staðin fyrir að, sumir taka koncerti, sumir taka bara daily micro sveppum, þetta er bara svona aðeins í hausuna þér saman hvað ætlar að taka skilur, sumir fá sér jónu og sumir fá sér bjór sko. Já, hvort er klikkaðar að fá sér sveppi eða fá sér koncerti sem 10 drykki á bar? Mér finnst þetta náttúrulega svo góð pæling og sérstaklega að maður upplegaði í Bandaríkjunum, ég kom til Bandaríkjunum og einhver var að spyrja, var svona, hvað heitir þetta leikurinn sem þú segir eitthvað og allir drekka og allt það dót bara I have never ever og þú veist hérna never have ever og ég sagði never ever have I tried drugs þau voru bara hvað er fokkanum er að þér sko það bara ef þau hefur prófað þá er fólk bara hvað er fokkanum er að þér en málið komin aftur á þinn punkt okkur finnst ekkert eðlunum það en að kýli okkur 10-15 baukum vera ömurlegur á sunnundag, mánudag, þriðjudag vel jafna sig á miðvikudag og við erum bara það er bara fæn en síðan einhverju að fá sér smá sveppi í einhverjum plötum og þá er hann bara alveg farinn, skilur mig. Þannig að fólk er bara hrætt við þetta, skilur, eins og þú var sjálfur. Þetta er, skilur, þú ræður ekki við sjálfa þig og við erum bara nefnir sjálfur, fólk leita sig öryggi. Þú ræður ekki við sjálfa þig og þú vilt væntanlega ekki þá kannski gera eitthvað sem enginn annar er að gera. Þú vilt frekar fara inn í bæ og gera sem allir er að gera, allir er að drekka til að gleyma þar, sem er líka stemming, sko. Algjörlega, og við erum ákveðin fordóma fyrir þessu og það er svona mér finnst alltaf spurningin verið hver er ástæðan fyrir að gera þetta og ert í öruggu settingi og svona ert að gera þetta til að deyfa þig að nálgast sjálfa þig og ég hef sagt svo mörgum frá bara öllum dítilum varðandi trippið og nánum aðalum í mínu lífi sko, sem ég held aldrei að ég er opið fyrir þessu en ég var jólunum og var heima og það var 20 fyrir jólun sem ég fór í þetta og síðan var ég bara með fjölskyldinni og auðvitað bara hugsaði ég hef bara að segja þeim þetta sem bara varmaði með sér fram og eitt fjölskyldumælum sem kom mér svo mikið óvart ég sagði bara ég sá mömmu þína og bróðu þinn og eitthvað svona dæmi í upplifunni sem var alveg satt þá sagði þessi einstaklingur sem er algjör gamli skólinn bara ég held að myndi dæmi þetta svo harkalega hann leita á mig og sagði já þetta þarf ég sko að prófa Já, þetta er svo er einmitt líka skilur fólk sér líka eins og við vitum öll það eru sumir sem taka aðeins svo mikið af þessu breytast í sveppakall sko. Já. Og þú veist, það er kannski líka ástæðan okkur fólk er svona hrætt við þetta þú vilt ekki verða þessi gæi sem er sveppakallin það er líka bara, það fólk er eins og við að tala um á það var að flýja running away from demons on a spectrum til að byrja með kannski ekkert endilega, bara með vandamál sem þau get ekki díla við eru bara að flýja skilur þau get ekki hóst í auða og komast í auða skilur og kannski ekki búið að finna sig líka, þetta er líka ekki sniðið skilur segjum og sérst bara ungur bara, þá er þetta náttúrulega alls ekki sniðið sko, veist ekki alveg hver þú ert sjálfur og svona hver þú ert, þá er ekki sniðut að fara að dæla í sveppin sko, því þá verður þau líka kannski meðan líka minn og heilin er að þoska sko, maður á ekki þetta neitt í þessu Akkurat, en svo líka fyndist eins og við Alex vorum með LA daginn og þú veist ef við byrjum saman til þess bara vínbúðina heima þú getur farið í vínbúðina og keyptir bara eins mikið og vilt
og eins sterkt og vilt bara 40% eða upp í 70% eða eitthvað skilur og það enginn að segja neitt í en svo fer til LA þar bara gamall kall til dæmis þú fer í svona vítbúð eða eitthvað þar bara fólk að gefa ráðgjöf og eitthvað svona bara að ferð inn þá bara einhver 60 kall bara sællvinur hvað segir þú í dag maður og þeir bara svona þetta gerir þetta fyrir þig og þú veist og svona, þeir rauninni svona take care of you svo fer hann heima í vínbúðuna og það bara eins og þú segir bara all in þú getur bara gert það sem þú vilt Hvað er það að tala Arnar? Ég var einhver í áfengisbúðinni að vera bara Nei, ég er að segja nálgunin á áfengi á Íslandi til dæmis og svo bara við höfum á kanan bara nálgunin og vít þar Já, þú ert að tala weed búðinar þar sem manneskjan bara get nice og ég þú að tala gæja sem stóðin í búðinni að selja alkohól sem var bara, ertu vissum að ég held að það sem varst að reyna að segja var að þú veist, í Bandaríkjunum þú ferðið gras, þar getur þú farið og bara fengið leiðsögn það holl nálgun að þessu fólk að hjálpa þér, spyrja hvað þú ert að vilja fá út úr þessu en í vínbúðinni þá ferðu bara inn og ríkið rukkar þig einhvern pening en drullu saman hversu mikið af áfengi og eitrið þú kaupir fyrir sjálfa það enginn að pæla í heilsun eins eða hvað fólk að fá út úr þessu þau bara að selja flöskur þetta svo vitlaus nálgun hjá okkur ríkið bara, þetta allt bara fokk allt nema áfengi í rauninni og svo má það má auglýsa 0% áfengina út allt sem náttúrulega líka galið það steikt loophole búðinar þurfa bara að vera með búðinar þurfa bara að vera með til að selja ég veit að stærri brand gera þetta setja einn kassa í einhverja eina búð út í horni bara einhverja eina litla búð þá mega auðlýsa það sem sagt fatti, lettur, þau ekki sem selja hana bjór þetta bara í einni búð hann á Seyðisfirði vinur minn Óli á búðina herru, nú fer ég bara að hendi 100 milljónir krónu auðlýsingar á félaga mína hérna hjá fatti, þetta er svo spilt og saman með alltaf tópatrast það allir að dæla í sig lummum ekki lumman dauð það er allir bara í eða veip Svens núna bara, það er bara nikotín það er lumma, ég meina skilur já ok, þú ert talað ekki íslensk tóbak ekki gamlega góðu en þetta er veip eða lumma skilur eins og það sé eitthvað betra fyrir þig skilur þú veist já, þetta er game over fyrir okkur finnst mér þú veist, eins og ég segist þessi lumma, þetta er svona sími 2 þú veist, við erum með síman og það deyfur okkur ekki nógu mikið en það deyfur okkur alltaf mikið að fá okkur frekar lummi og deyfum okkur meira en þeir eru fucked Ert þú að lumma það, Arnar? Nei Ég samt, sorry mamma ég prófaði að fá mig lummu ég tappaði bara betti skilust því að strákunni fór sér lummu það var bara svona eins og ég segi maður þarf að prófa maður á ekki að prófa og þetta var bara versta sem ég gert á ævinni ég fekk bara í magan í 2 tíma og maður langaði bara það er svo gott því að ef þú átt það experience þá ert ekki að vera að gera þetta aftur þú veist einslæm lumma getur haldið frá þessu fyrir lífstíðis já það er gott það er svo margir sem eru fucking tróðast á þessu samt fyrir fólk er djöfulli þrautsegt þarna margir sem tóku bara hérna og taka bara fyrstu réttan og bara ælandi og átt ekki sens en þú heldur samt áfram allt og vilt byrja að reykja þetta er ekki vöruna í gamlan dag það bjórinn maður hann ógeðslegur maður heldur áfram acquired taste nefnilega og rauðvínið og Beggi, mér langar að spyrja út í aðeins meira við vorum að tala sveppina á hann hver eru helstu svona persónubreytingar sem þú fannst það sjálfu þér hvað ertu öðruvísi í dag eftir þessa upplifun og ef svo hvað er það Mér fannst ég ekki það ég var með mikla samkennd fyrir en mér finnst ég tengja ennþá betur við sálsöka fólks meira empathetic já, bara 100% allir séu með babboka ég semst nei, ég ætla ekki að fara í þetta núna en hérna það er ógeðslega gaman að heyra erfið að upplifun með fjölskyldumeðlim allavega og ég hitt hann semst í tripunum og þá áttaði mig á því bara hvað allir eru með ákveðin bakboka á sálsöka og þá byrjaði ég bara að hugsa alla vini mína, alla fjölskyldumeðlim mína og þá fann ég svo mikið hjálparleysi að geta ekki hjálpað menn tengdi svo mikið við þessum sálsöka þannig að mér samkennd aukast þakklæti ég kannski sérstaklega varandi fólki í lífinu mínu erfitt fyrir mig á Íslandi að vera úti og Arnar, slökkur svo tónlist, ég næ ekki fucking einbytta mig sorry erfitt að vera úti frá vinum og fjölskyldu og ég var svo þakklæti fyrir það að eiga þessa fjölskyldu sem ég á og vinina sem ég hef en síðan var líka bara ákveðið svona sem ég þurfti að hugsa í gegn að ég var svona með annan fótinn á Íslandi ennþá og einhvern veginn lét mig þetta mig sjá að ég þyrfti
þyrfti að vera að leiða sjálfa mig í LA og klippa nafnastrengi frá Íslandi ef ég ætlaði að ná þeim draumum sem ég ætlaði að ná í. Þannig ég var búin að vera svolítið passífur úti og alltaf svona að pæla í Ísland og svona, en ég er bara hana úti og það er bara mitt líf og þetta er mitt nýja líf. Þannig að þetta hjálpaði mér að vera staðfastur í mínu markmiðum. Áhugavert. Síðan var ýmislegt annað í þessu sko, sem ég svona sá sko og upplýði, en svona mestmegnis þá fannst mér bara, og síðan bara einhvern veginn, ég reyndar sá ég dimmu hliðina við sjálfa mig og annað fólk í lífinu. Hver er dimma hliðin? Hver er mynd í dimma hlið? Já. The dark side of Ég sá bara, þú veist, það er stutt á milli hlátus og grátus í lífinu sko. Þú veist, ein ákvörðun, lítil ákvörðun verður af því að allir einu fara að taka aðra sambaralega ákvörðun sem verður af því að þú ert allir einu komin bara í einhvern ákveðin kjallara, skilur mig. Okay. Og það lífið miklu nærmanni heldur maður gerir sig grein fyrir. Já, ok. Og ég sá alveg að ég gat alveg verið sá einsleikur sem ég vildi alls ekki vera, skilur mig. Ok. En síðan er ég með alls konar skuggarlegar og dimmarlegar, ég meina hvað ég var að telja upp. Hver eru rauðu flaggin hjá þér, kallið minn? Hvað er með þeim? Hver eru veikleikarnir þínir? Veikleikar mínir? Já. Sko ég veit ekki, sko ég er þrjóskur, en ég held að þú veist, það getur bæðið verið veikleiki og styrkleiki, sko. Mest meina styrkleiki hjá mér. Já, þegar allana í held ég vinnulífinu, sko, það var það hendugt, sko. Persistency, sko. En erfitt kannski í vináttum og samböndum, sko. Já. Ég fekk mér sér feedback og það að allt sem ég þyrfti að gera þyrfti að hafa tilgang. Þannig að það er að vera ástæða fyrir öllu sem ég geri. Áhugavert. Og það er alveg góð innsýn af því að þú veist, ég hef alveg farið sko alveg í alla leið í áttuna því að vera bara boksaður as hell sko. Já. Og bara rosalega, og ég var bara leiðilegu þá sko. Áhugavert. Þannig að þú veist, eftir að ég kom úr sambandinu og fekk að kynnast mér aftur, og þá kom allt í einu gæinn sem bara mannlegi beggi sem er bara líka mannlegur en ekki alveg í boxinu Grallarinn. sem grallar og er bara skemmtilegur, skilur mig. Og er ekki alltaf að pæli að vera með allt á hreinu og segja allt rétt og þú veist, allt þar fram til guðanum, sem ég var svolítið með í nokkur ár sko. Hvað er meira dimmt við mig? Djúpt. Já, ég meina stundum verði ég upplifið öfundsýki. Ef ég sé eitthvað lið vinna, einhvern engslik vinna í íþróttum, þá verði ég svakalega öfundsjúkur. Já, því að það er svona gamall draumur hjá þér sko. Já, en ég varði Íslandsmeistari, skilur mig, og veit hvernig tilfengin er. Já. En þú veist, það að þetta ég hef ekki náð mínu markmiðum að upplifa þetta oftar. Ég verð mjög öfundsjúkur, síðan hugsaði ég bara, Beggi, hættu þessu rugli, þetta fólk má alveg vinna, frábært eða mér ánægður fyrir hann, þú getur bara svalað þessu metnaði í öðrum hlutum. En það er kannski það sem er erfitt fyrir hann að sætta mig við, að ég mun aldrei ná þessum íþróttalega árangri í rauninni. Mannlegt. Já, hann að öfundsjúki stundum verið gráður, stundum, þú veist. Hvernig græki? Bara langar í meiri pening, meiri frægð, meiri frama, og stundum er, þú veist, meiri status, stundum tekur það yfir, og því að tilgangurinn minn er í rauninni ekki það. Ég hef aldrei verið að hugsa mikið peningar har alltaf verið afleiðingin og ég vil ekki hugsa mikið peningar, ég vil bara, ég er að gera mitt besta að vera bestur í því sem ég ætla að vera góður í, afleiðingin hefur verið peningar. En stundum tekur yfir bara, já, ég langar nú aðeins að vera frægur, að mér langar í herri status, að mér langar í meiri pening og allt þetta, skilur mig. Þessir externa hlutir í rauninni, það tengir skræðginni hjá mér. Áhugavert. Já. Gekkja, takk fyrir að opna þetta með þér. Bomba. Já, ég meina, mjög interesting. Við erum, sko, málið er við erum öll með okkar dimmurhliðar og þeir sem segja þessu ekki með dimmarhliðar eða skuggarhliðar, þau eru bara ekki með þau sko. Til bjánast með þetta ekki dimmt sko, þetta er bara ótrúlega mannlegt sko. Ég held að við allir inni Ég tengi við hvern einn og einasta punkt sem komst með sko. Fyrir mér er þetta bara hvað þýr að vera kallmaður skilur, og vilja gera vel og góða hluti skilur. Þetta er bara mjög gott sko. Svo líka eitt í þessu, ég pældi í þessu, það er einn sveppavinkona mín á Instagram. Hún prítsar mjög mikið. Þú ert náttúrulega mikill prítsari líka á samfélagsmiðlum. Já, svona gefa ráð og segja hvað það gerir, Maður er ofta að tala eins og þú nefndi sjálfur. Maður er ofta að tala við sjálfan sig. Já. Ég ætti að kvóta með hana, ég vænti þetta. Þetta er ógeðslega góð bæði, nú er ég búin að skrifa 2 bækur. Ég er bara aðeins að greina úr sjálfum mér og ég er bara, þú veist, ég er áttað með á sjálfum mér í gegnum skrifin, sko. Maður er í rauninni þess að maður er að segja við sjálfum sig, en þú ert að setja hana út að hold yourself accountable semi sko. Sko Arnar, ef þú fer líka dýbra með það sko,
allt sem hún segir hluti sem hún að segja við sjálf sko. No joke, þú veist, þú líka þegar þú pælist um því þegar þú horfir á fólk tala fólk ekki að hlusta eða tala hvað það finnir að segja þetta, við erum í podcast hérna þú veist, þau eru bara að tala út frá sjálfu sér og það eina sem þau eru að tala það, ef þú virkilega fylgist með samskiptum þá sérðu að fólk ekki að tala saman, þau eru bara projecting their own shit allir eru bara að projecta sko. Þetta svo fyndi hvað við erum bara, þetta bara ég og mig frá mér til mín þetta er það sko, það er svo veist, mjög sjálfgætt þá finnur mannsku sem virkilega þú veist, kemur hann inn og að hlusta og mann að tengja eitthvað það, þú veist, það er bara mammaðinn og pabbiðinn sko. Ekki eins og það sko, það er bara sjálfgætt mannsku sem að rekst á lífslegin held ég sko. Einmitt líka fyndi, þetta er eins og segi, mér til mín frá mér til mín þú pælir ekki eins og í því stundum sko að mamma og pabbi eiga líka sitt líf sko, þetta er svona veist, að fólk ég hugsaði ekki fyrst fyrir bara svona 20 ára mamma mín og pabbi voru ekki bara alltaf mamma mín og pabbi þau voru grallar að mamma og pabbi líka 20 ára skilur það er svo skrítið að hugsa til þess þegar það átti að fóröldarinn eru ekki með alltaf hreinu og svo það eru alltaf hreinu og mér er svo næs þú ert líka á þeim aldrei það sem maður að kveikja þessari peru ég kveikti að nokkuð sem saman tíma og þú sko það sem maður er bara þetta er fólk með sitt eigið líf og eigið drauma og systkin og bróðin líka skilur bara svona þetta er bara, maður kannski upplegaður aðeins meira með þeim og þess að maður elst upp með þeim og svona miklu meira ég sem er fyrir samskóla og allt það dót en mamma og pabbi er alltaf bara happy þú kemur heim þetta er svo gott sko, þegar þú byrjar að trýta fóreldrarina miklu betur sko því að þú tekur semi, allan að ég tók fóreldrarna mína for granted sko því að þau eru bara fóreldrarna mína og þau sinna sínu hlutur en svo þeim er bara fuck, they got their own life og það er maður einhvern veginn maður miklu meira appreciative sko og settu sitt lið á línuna fyrir þig Já, 100% og þá strax sem maður byrjar að hafa þetta perspektíf sko, þá byrjar að sambandið við fólkinn að verða miklu betra í rauninni sko. Settu sitt líf á línuna fyrir þig en samt einhvern veginn vill maður aldrei að þau krefast neitt frá manni bara þetta er mitt líf, mamma skilur ekki að skipta þér að þannig séð sko. Þetta er fyrsta skiptið þeirra líka Akkurat, sem er galið sko. Dýp maður Tala foreldra, Beggi, fyrir maður að sinna á það mamma þín og pabbi hvar hvernig er það? Þau eru ennþá saman í dag og ég var bara í farsælu sambandi og uppeldi mitt var bara blanda af mikilli hörku frá pappa mínum mikilli hörku sem var erfitt á þeim tíma Var hann áfram gakkæinn? Já, og bara harðstjóri það var bara það var bara, ef þú skeist á þig þá varstu bara eignaði því mistök og vinn í málunum sko og hann var mjög harður mann sko Hljómar eins og, ef þú fyrir að gráta hann var að segja bara, herri, þetta er fucking auðmýkskap Nei, hann sýndi alveg samkennd sko hann skildi mann, en maður samt að sýna manni töflu af sko bara, herri, ég kom heim eftir framhaldsskólanum og ég fjall í helmingan áfökunum og það var bara beið hann bara svona sætinu við borðið og bara góðu kalla mín síðan var bara þetta og þetta og ég bara eitthvað háskelandi bara og svo líka einu sem gerði ég mistök í fótballaleik og ég setti þú veist bólinn yfir hausinn á mér pabbi labbaði hann á vellin Þegar varst þá búin að tapa eitthvað þannig? Já, og því ég skeiti á mig og þetta var bara 4. flokki eða 3. flokki hann labbaði inn á vellin, komst á mér Þetta gerir þú aldrei aftur ekki mistökin heldur að setja yfir og vera eitthvað volkinni sólur sem er að hengja haus ég skil og en í dag er ég rosalega þakklættur fyrir það sem pabbi kendi mér en hann kendi mér bara ábyrgð, hugrekki, ákveðni og bara svona hörku og þar hef ég það, oft hugsa ég af hverju er ég eins og margt af því hef ég frá pappa mínum en hefði ég bara mikið uppeldi á pappa þá væri ég ekkert mjög tilfinningarlega sko. En þar kemur mamma sterkinn ástin sem ég fengi frá mömmu og umhyggjan öryggi og tilfinningar það það er bara ekki hægt að setja því orð hvað ég er þakklættur fyrir það og þegar ég var kannski yngri og það var kannski stundum á mikið stundum ég var yngri og vildi hringja mig veikan í framhaldsskóla maður var ekkert veikur skiljið, það er ekki þetta mamma var bara, já, ég hringdi bara í veikan ég sé komið með snúð fyrir því eftir skóla og eftir vinnu hjá mér og svona þannig að það var heldur ekki gott þannig að jafnaði milli hörkunar og ástæðunar það var blanda sem ég er mjög þakklættur fyrir sko, og ég hugsa stöðugt þetta einmitt sem við vorum að tala Deep Arnar bara í gær þegar pabbi knúsaði mig og var að kissa mig og mamma í morgun ég var bara með þeim og ég er leið út íbúðinu mín hjá þeim núna bara með henni í Íslandi og bara hvað þessi augnablík og hvað maður er þakklættur fyrir allar fórnirnar sem það hefði lagt fyrir mann og hvað maður þarf að vera duglegur að segja þetta við þau bara duglegri bara elska ég þið mikið og ég er þakklættur fyrir þau og takk fyrir að fórna öllu fyrir mig og sjá svona vel mig að því ég er bara afriðað ykkur sko það er ekkert sjálfsagður hlutur sko Amen gaman að heyra maður mér finnst ég svo oft heyra mér finnst ég heyra oftar en ekki
bara fólk sem, þú veist, kemur frá brotnum heimilum, skilur og þú veist, og það finnst mér alltaf jafnlegilegt en oft kemur líka rosa góður hlutur út frá því og því að það lærir erfiðar aðstæður mjög fljótt og þarf að díla við þar og fer í survival mode og það verður til þess að það þróast á mjög góðan hátt, sko. Gaman að heyra, hvað sér þið? Gaman að heyra að þú áttir svona gott jafnvægi af mismunandi típum af foreldrum sem eru að sinna foreldrahlutverkinu og kannski að mismunandi hliðum. Það er mjög gaman, sko. Hvernig ætlar þú að sinna þínu foreldrahlutverki núna sem faðir, ef þú verður einhvern veginn faðir? Góð spurningar. Það er eitt sem ég myndi sjá eftir, ég myndi deyja á morgun. Það er ekki að verið upplegað að vera faðir. Ég hlakkar ógeðslega til einn daginn, þú veist, bara eftir nokkur ár, ekki stress hvernig það var í, að vera faðir. Af því að, þú veist, ég held að bara að þú getur þroskast upp á viss level að vera ekki faðir. Og ég held að það þurfa að hugsa einhvern annan en sjálfa þig og þurfa að elska einhvern meira en þú elskar sjálfa þig, sko. Ég held að það sé eina leiðin til þess. Og hvernig þú gerir það og hvernig þú mótar runni einstakling sem verður út frá því að hann sé algjörlega háður þér, út frá því að verða bara frambærilegur einstaklingur í heiminum, sko. Og mér finnst það rosa spennandi, sko. Hver er staðan á því? Er einhver gælla í mixinu? Nei, það er ekki neitt að sæta gællur í LA, sko. Ég og Arnar sáum nóg á því, sko. Hámálega? Heldur betur. Við erum náttúrulega vorum í einhverjum fínum partíum, sko. Já. En low key flex, ekkert stress, skilur. Já, þið voru að leggja inn í gott ormaður. Já, við tengjum eitthvað leiðan. Erstu verifætt það? Nei, ok, það gleymdi þessu, sko. Ég er þetta ekki heldur verið. En já, ok, þannig er ekki gæla í mixinu. Nei. Ertu eitthvað múin að deyta hann út, eða? Það er, úst, LA-gælur eru svolítið specific, sko. Já, sko, ég bjó í Claremont og það er háskólabær. Já. Þannig að þú ert með mjög unga stelpur þar og síðan var í rauninni Alex segir alltaf, sko nennar að kóta þetta. Nennar að passa hvað allar að segja, drengur. What's the best thing about college girls? Já, þannig að kóta hann að Matthew McConaughey myndina, bara hvað var það aftur? Já, það var hann að eitthvað high school, you know what I love about high school girls? Eitthvað, I get older and they stay the same age. Bara hafa í huga, sko, þetta er ekki eitthvað sem ég stend á baki, skilju, en við grínumst oft með þetta, skilju, sérstaklega við erum að vera eldri, skilju, þú veist, þú sjá yngri gælur sem eru bara ótrúlega myndalega, við erum bara, fuck me, maður, þessi gælur bara tvítu, skilju, guð minn góður, skilju. Það alltaf gerist sem þegar maður eldist líka, eins og sérstaklega þið, þannig að strákanir. Gömlu strákanir. Þú ert bara með, það er ekki aldrei mun á þessu, framhaldsskóla, nei, hvað er þetta, háskóla fólk hjá þér? Háskóla fólk. Vermouth. Já, nei, í Claremont. Já, college, já, háskóli, já. Samt næstu og ungt, sko. Þetta er 18, eða ekki? Byrjar þetta ekki 18 í college, eða? 18-22-23. Já, er það þá svona cirka meðalaldurinn þarna? Já, í bænum, sko. Og Claremont er bara frekar rólur, þetta er bara geggjaði bæri, þú ert 50 ára með þína fjölskyldur að setja henni down, sko. En síðan þegar maður fór í LA og bjóð þar og er að fara að búa þar meira núna, þá sérðu náttúrulega miklu fleiri af stelpum sem þú væri til í að kanna þér, negla, absolutely fucking smash. Yes sir, Alex. Mér langar svona, rewind á eittin áður en heldur maður með það. Getur þú púlað upp TikTok á símaninum? Já. Og farið inn á VAFR. Og það var nú að tala um þess að pabbi einn, hann var showing your tough love hana þegar hann var yngri. Já. Og ég fekk aldrei svar frá því. Hvernig er eitthvað sem þú myndir breyta? Man myndi alltaf breyta einhverju, skilur, en þú er bara sáttur með hvernig það var gert og þú myndir kannski gera þið sama. Var þetta með pappa? Nei, hvernig þú myndir alveg upp svona þinn. Já, ég er til að þú myndir breyta frá hvernig þau ólu mig upp. Já. Já, ég held að sé alltaf þannig að þú reynir að gera betur en fóldurinn, sko. En það er eitthvað sem myndir tough love, skilur. Þú veist, það er náttúrulega kannski öfugt í dag, það vera alveg kannski aðeins meiri aumingjörunni, sko. Þú veist, eða aumingi eða meiri tilfinningaverur eða hvað sem við viljum fara með það. Er það einn og sami hluturinn á það? Þú veist, það er kannski minna það að pappin er minna alveg krakkan, heldur TikTok er að því og það er svona vera aumingi að fólk þar kannski. Já, hvað vildur þú gera en á VAFR? Til dæmis, ertu með TikTok í VAFR, já. TikTok í VAFR. Já. Tjekka maður. Ég myndi taka besta frá mömmu og pappa og ég myndi reyna að innlega það í barn mitt. Þannig ég myndi bæði sína honum tough love og kenna honum aga og ábyrgð og svona, en samt myndi ég vera mjög svona tilfengilega tengdur krakkanum og kennanum á ást og... Svo samt líka einn pæling í þessu strákar, þú veist, allt fólk er mismunandi og fólk þarf mismunandi uppeldi, þú veist, þó að þú fækst eitthvað extra uppeldi, skilur, þá geti krakkið þín verið allt öðru, svo hann geti þurft allt öðru, sko, það þarf svolítið að aðlaga sig að fólkinu og sérstaklega barninu sínu, sko. Ok, hvaða TikTok er þetta að finna? Ítu bara efsta, maður sjá þetta og púlar þetta upp.
Hérna erum við Ok, byrja bara á þessu sem Víktor á Voru að hækka Ok, og það að tala að það var allir upp sem auðmíkja núna It's the biggest piece of dog shit. And I've got to say in all Ok, fara honesty, niður Þetta bara stærsta stéttafélag á Íslandi I don't know what time it is. I haven't eaten in probably 2 days. I'm just trying to sort of push through. Ok, næsta niður Þú veist, ok, stærsta stéttafélag á Íslandi bara í rauninni að segja Þetta komið gott Bara hversu mikið þú ert að hata þig 5 daga vikuna hennar Og að vinna, þú veist Oh shit, Yes, it's sir. about to turn up right now. Það sem ég segja líka með bara Ekki einu sinni, pappin þarf að show you tough love Út af því að VFR til dæmis á TikTok núna Að dæla þessu í krakkana Bara út að hata vinnuvikuna Bara gleðilega mánudag Það er ömurlegt Það er 50 dagur, það er ömurlegt Ég held að sé ekkert vera að hata endilega, þetta er meira Ég bara, þú túlka þetta ekki þannig, veist, sko. fólk tengi bara meira við mánudaginn, skilur, Mér finnst að það- úr helginni er þreyttur, þú veist, það tengja allir við það, hvort sem þú ert í Já. einhverju vinnu eða eitthvað, Og líka ekki, ef sko. þú ert í láglauna vinnu skilur frá 9 til 5 skilur, þú elskar ekki Það er starfið, 90% af fólki. Það eru fáir sem elskar að starfa Það er fyrst og fremst En verið það- að bara sína fólki hvað réttu hafa í Það er vinnunni ekki sinni. neitt rétt annars sko Jú, það er verið að tala um frídaga Já, og það er- veikindadag og allt þetta, skilur, Það er fólk sem að, þú veist, að það er verið að svindla fólki, skilur, að núti og þú veist, Já, fólk- já Já, verið að setja á laun sem eru fyrir neðan, þú veist, lágmarslaunin skilur og láta það vinna yfir vinnu og Já, ekki ég veit fá að það kom yfirvinnuborga. ekkert inn í neitt af þessum dóti Ekki neitt af þjóðurinn nefna sko Eina sem kom Jú, inn var það hversu er búin ömuleg að- mánudag voru Já. Æjæ, það er ekki föstudag Það er Ég alveg búin að vera veit veist- að helgin er góð sko En Þetta snerti mér svo mikið að þetta er rannsóknar topikið mitt úti sko. mig líka, þetta pyrra mig dæla mikið sko Meaningful work basically, bara hvernig í rauninni, sko ég gerir mig grein fyrir því að það eru margir sem eru bara, herðu, þú veist, það eru 3 leiðir til að líta á vinnu. Eitt er bara að vinna, ég fæ bara cash og get séð fjölskylduna whatever, þú veist, bara vinna, ég bara klokka mig inn og út. Hitt er bara karýr, ég er að reyna að fara ofar í einhverju píramída, þú veist, í einhverju fyrirtæki whatever, og hitt er svona smá dramatískt calling, það er köllun í vinnu, skilur mig, og það er blúsandi tilgangur og þú ert ekki að bíða eftir því að föstudagur komi og þú ert einhvern veginn Þú ert ekki að kvíða fyrir mánudag Nei, þú ert ekki að kvíða fyrir mánudegi og þú ert einhvern veginn, úst, við verjum, ok, á meðaltalega verjum við hálfum á okkur vakandi tíma í vinnunni. Já. Og fyrir mér eigum við sem samfélag og sem fyrirtæki og sem einslíkar gera allt í okkur valdi að þessi tími sé bærilegu fyrir okkur. Já. Þannig ég er búin að greina í þaula hvað skiptir máli upp á það að gera vinnu að þeim stað sem þú ert ekki að býða þegar föstudagurinn komi, heldur að þú getur verið að njóta þínu vinnunni þrátt fyrir að það sé erfitt og að þú sért í rauninni finna og sért að gera eitthvað sem er mikilvægt og skiptir máli fyrir þig og þitt líf sko. Já, mér finnst alltaf læg að þú hlakkar í föstudag Því að föstudagur er geggjaður sko Já, já. En mér finnst ekki alltaf læg að þessi að prýtsa það að mánudagur sé Mér finnst það svo rámt hjá VFR líka Dæla svo krakkana bara það er mánudagur, þú veist Come on, þú veist, á þetta alltaf að vera umlætt bara En ég held að þeirra hlutverk er ekkert eitthvað að þú veist að láta þér líða vel í vinnu. Þeirra hlutverk er að segja þér- er að passa upp á þín réttindi. Nákvæmlega. Þannig að ef þú líður ekkert vel í vinnunniðinni skilju og það er náttúrulega ógeðslega relatable topic sérstaklega fyrir þú veist VFR held ég skilju sem er að passa upp á það að vera að svindla fólki sem er á láglaunum skilju. Eða að þetta TikTok, tiltekna TikTok var sett út af bara einhverju manneskju, skilur sem að heldur þetta Ég tengi held við að fólk, vilja skilur. netto sé að sjá um þetta Ég sko. veit það. Já, ég held Já, að þetta það. sé ekki svona dýpt, ég held að VFR sé ekkert eitthvað að taka fundum, nú ætlum við að gera mánudags TikTokið, skilur. Nei, Já, ég held að þetta er sé bara- þetta er frábær TikTok, þetta er mjög góð Já. TikTok En það sem ég er að segja líka, eins og það er svona, þú veist Það eru aðrir að ala upp kannski bara núna pappin, skilur Þú færir töfflega fyrir pappaðinum sem er geggjuð Þú þarft að fá, skilur, smá hörku Já, og þá verður maður agaður og allt það, skilur En það eru aðrir að ala upp hann eins og TikTok Skilur, af hverju Klárlega. heldur allir eru þunglindir núna að breytum kyn og þú veist og vinnuvikan er ömuleg, skilur Þetta er bara út af því að þú ert 8 tíma að vinna svo ert 8 tíma hérna að skróla í símanum Já. sem er þetta það er rétt. Já. En sorry, þetta var rant, ég var heima að skróla, ég sá þetta Þetta eru nútímalegar aðstæður sem eru erfitt að díla við, það fyrir ekki milli mála sko. En Já. ég meina, þú veist, ég held að við höfum allir hérna verið í vinnum sem við fílum ekki, skilju 100% og þessi TikTok eru bara eiginlega í rauninni að relata upp á það fólk og ég held að það sé mjög stór hópur, sko Já, Þannig já. að, veist, ég held að Það er stór hópur. Já, en ég held að Stærsti hópurinn þetta bara- er ekkert það slæmt, skilju, þú veist, þetta er stór hópur og þetta er ógeðslega relatable og þau er bara geggja, ég held að þau sé ekki eitthvað, menn, þau eru að láta mig líða illa með vinnunum mína, nei maður, það er bara, veist, það er hellinga liðið sem bara fucking þolur ekki 9-5, skilju, því það Já. er fullt af vinnumanna sem er bara ekkert endalega að gefa, skilju, sem Það er er bara það, sko. gefandi að vera í, skilju. Það er ekkert eitthvað mindset sem getur breytt því, sko, sorry, ég kannski, þú veist, en að mínum að þú suma vinnur, þú ert að fara að njóta henni í einhverju en ekki öðru, Já, skilju. þú veist það er aldrei gaman á kassanum, skilur Það er ekki gaman að bíp, sko Það Nei. getur ekki verið gaman, saman hvað þú gerir Ég skil það fyrir það En
það er líka, fyrir skver sko, þetta er grín mínum að er það bara ákveðin reitur sem þú þarft að fara í gegnum út í að þú ert á vissum stað í lífinu, skilur það er aldrei að fara að vera, þú veist, your career, skilur það er alltaf bara, þú ert á þeim stað til þú ert á þeim stað og svo er næsta skrefi, skilur og er það erfiður staður, já, það getur verið það, sko bara að það koma frá Vaffer, það pyrra mig já, ég skilji, þú vilt að þeir séu meira tillitsamir gagnvart fólkinu sem er money hungry motherfucker, sko, nýbúin að reyka 100 manns og já, er það þannig? Já, áhugavert, ég veist ekki neitt með einhverju frændur að vinna þannig, sko já, reyndar, satt gaman að fá input frá þeim með þetta, sko og nokkur raumingjar, já Skaman hvað Arnar er svona pólitískur, sko hann er það, þegar kemur að, peningum og vinnu og business, sko, það er Arnar, sko erfiður bara ánægði mig Mér langar að fara núna aðeins í erfiðu málin, sko okay. Þú veist, við snertum mjög létt á þessu en Beggi, þú hefur oft komið fyrir í fréttum DFF vísi og mjög oft er þetta þú veist, einhver hitamál þar sem að þú hefur kannski sagt eitthvað skrifað eitthvað og fólk er bara brjálað, skilur, að gagnrýna það eða standa með því og ég sé mjög mikið, ég er mikið á Twitter og ég sé sko heilan helling af tweetum hvað þú ert að segja og hvað svo slæmt það er og eitthvað hannig og ef ég vitna bara í eina grein núna þar sem að þú veist, þú varst að segja að karlmenn eru, þú veist, þeim er haldið niðri í samfélaginu og það fekk alveg bilað athygli að fólk var að, þú veist, segja að þú værir eitthvað svona toxic masculinity Jordan Peterson gæi og þú veist, hvað er það mál? Hvernig horfir þú á þetta mál og hvernig það þróaðist á sínum tíma? Þetta sem var núna í viðtalum daginn þetta er einhver grein þar sem að ég skal bara finna það hérna þetta sem kom út eftir göttustrókana í rauninni, nei, við erum ekki með það þetta er alveg gamalt, sko já bara Beggi Batman og allt það, sko það var sagt bara við höfum tekið það fyrir nefnilega það veit ekki það fyrir sérst ef ég kvóta þig bara núna kallmennska er dyggð, það er alltaf mikið verið að tala niður kallmenn í samfélaginu í dag að þeir séu hluti af einhverju kúandi feðraveldi og hvítir forréttindapésar þetta var eitthvað kvóta þér einhverju frétt á DFF og Twitter einhvern veginn fór bara á hliðina ég veit ekki, ert þú á Twitter, ert að fylgjast eitthvað með hvað er að gerast þar? Ég er með Twitter en ég tók einhvern veginn með þetta ákvörðun að vera ekkert inn á því fyrir svona 5 árum síðan eða eitthvað mjög sniðið, sko, af því að mér finnst allt þetta sem varst að segja bara fullkomlega eðlilegt og mjög góð sín á hvernig hlutinir eru þú veist, ég held að við þrír getum allir verið sammála um það þú veist, það er ekki einhver controversial takes að koma með, ég held að þetta séu hluti sem að langflesti kallmenn er að hugsa og er að upplifa í dag en líðum eins og við getum ekki talað um að því að þá er bara bent einhverjum þú veist, þú þarft að taka slægin þá, sko já. Þá kemur bara Þorsteinn í kallmennskunni og bara fucking býr til heilan 8 síða Instagram post um þig, sko hvað þú er toxic, skilur ég er bara búin að þessum fólk gerir sér kannski ekki grein fyrir ég vaknaði ekkert upp einn daginn og fór að pæla í þessu og segja mínu skoðun á þessu ég er búin að láta gerjast í mér í 3-4 ár, sko að því ég er búin að sjá þetta ég er búin að lesa greinar um þetta hvað er að gerast fyrir okkar ungu drengi sérstaklega og mér fannst bara svona narratívan í umræðin í samfélaginu er að kallmenn ætti að skamma sín og ekki að skara framur af því að þeir eru ofbeldisneiðinir og þeir eru með eitraða kallmennsku og mér fannst það bara að vera að skaða drengi af því ég var að horfa tölunar úr bara skólum fyrir drengi og hvað við erum ekki að gera gott fyrir drengi og hvað það er hvað er aukning á síðustu 20 árum hafa 75% kallmennum fara á 75% örorku sem er ekki gott fyrir þá sjálfa niður samfélagið og þeir eru að ströggla í skóla þeir eru að standa sig miklu verið í skóla heldur en konur og mér finnst bara að vanta fyrir kallmenn sem eru að ströggla menn þeir eru 3-4 sinni líklegir til að gera sjálfsmorð 3-4 sinni líklegri? Já, heldur konur að gera sjálfsmorð það er sturlun, sko og mér fannst vanta þegar og málið er fólk gefur sér myndinu það eru allir kallmenn sem stjórna heiminum sem er rétt, það er mikil próstað en það eru rosalega fáir kallmennum af heildar kallmennum í samhenginu en það er ótrúlega margir kallmenn hvítir kallmenn sem eru að ströggla í lífinu sem eru ekki forréttindapésar í rauninni, sko og mér finnst að ég sá þetta og opna að lesa um þetta og mér fannst ungi drengir þurfa ákveðnir rödd að halda upp á það að hjálpa þeim að skilja sjálfa sig og sitt hlutverk því ég held að þeir séu bara svolítið ringlaðir, sko þeir veit ekki hvernig það haga sér og þú veist, og ég vil hjálpa þeim að vera með þroskaða kallmennsku sem er bæði það að vera tengdu tilfinningur sínum eins og við sögðum á þann en bæði það líka að vera bara að gera hluti vera hugrekkur, vera ákveðin gera allt þitt best
allt í þínu valdi til þess að vera betri í sem þú vilt vera betri í og stuðla einhverju góð í heiminum, vera ljós í þessum heimi og fara varlega, þú veist hlusta, skoða greina, segja rétt til hlutina taka hana fólki í myndina bera virðingu fyrir fólki allt þetta, vera bara næs gaur skilur mig, en og fá hvatningu til þess að gera það skilur af því að samfélagið og þeir sjálfir verða fyrir áhrifum fyrir því að ef þeir eru ekki að gera sitt allra besta og mér finnst bara þeir þurfa á því að halda af því að það er erfiðara sko það er erfiðara fyrir kallmenn að átta sig á tilganginum hvað er að gera með lífsitt í dag í gamla daga var það bara, ég er að provæta fyrir fjölskyldunum ég þarf bara að survive og ég þarf bara að afla mér nú er það búið að taka það í burtu það þarf ekki í dag, í rauninni en við þurfum að finna einhvern farveg fyrir þessa einstaklinga til þess að fá einhvern tilgang af því ég veit hvað það gerist fyrir lífið þegar fólk er ekki með tilgang í lífinu sko. bara kvíði, þunglyndi, sjálfsmorðshugsanir addiction, bara name it skilur mig og við þurfum að hjálpa þeim að finna farveg í áttina öðlast einhvers konar tilgang í lífinu og átta sig á því að þeir eru mikilvægir og að þeir geti látið draumana sína ræta og þeir eiga að gera og lífi snýst það að fylgja þínu ævintýri skilur Já, við höfum náttúrulega allt það eiginlega eins og segist, við höfum bara of gott það er engin þannig sér tilgangur lengur í eitthvað svona provætaði fjölskyldan, þú veist núna sagt skilur, þú fyrir að borða átt að splitta 50-50 þú veist þú veist, þú verður að provæta fyrir einhvern Já, við erum ekki hunter-gatherers lengur sko Nákvæmlega Beggi, er þetta ekki hlutverk foreldrans, hlutverk pappans að provæta? Nei, að koma sér fram sem þú varst að koma fram hana Nei, að já, passa að krakkin eða strákurinn sé að taka þetta inn Algjörlega, ég held að það sé sem hérna faðirinn kemur með inn í myndina sérstaklega það er þessi ábyrgð og það er þessi heyrðu þú veist, þú verður að gera ákveðna hluti í áður nú ferði í TikToki eða farðir í vöruna eða þú veist, gerir svo þægileg hluti þá þarf það að gera eitthvað erfitt sko. Er þetta ekki meira þá spurning sko út af því að það er náttúrulega hlutverk foreldrans að passa að þú veist, öll þessi áhrif á TikTok hvaða kallmennska er sko, sé rétt processuð, skilur við þannig að hann fær ykkur skilbúið hérna þá þarf pappin að vera bara herði félagi, slaka á, skilur við nei, þetta er svona, þú veist en já, þannig að þetta er meira kannski spurningum já, hvernig getum við venda þá eða þú veist, hvernig getum við haldið narratífinu á heilbrigðum stað frá öllu því sem er að koma í gegnum síman, skilur er það ekki svolítið umræðan, sko Jú, ég held ángrið sér saman, við erum betur game over, sko meðan síma, þú getur ekkert eitthvað þú veist, krakkin hengur bara síman alltaf daginn, sko, svo segir pappin eitthvað við og það er bara þegar maður, ég ætla í tölvuna, skilur, þú veist það eru með PlayStation eða þeir eru með vape eða eitthvað, þú veist það er alltaf eitthvað annað, sko Sýnir margir sem vantar kannski svo föður ímynd Satt. og hvernig maður greinir í gegnum allt þetta TikTok og Instagram rugl sko Já. þá þarf náttúrulega að taka með þetta samræður við krakkan þú veist, eða unga einstaklingin hvað hann er að pæla og þú veist, benda á þetta sé ekki rétt og þetta sé meira þetta er rangt og þetta er rétt og finna einhvers konar farveg fyrir hann sko Þannig að allt rangt rauninni, eða rangt í innan gæsalappa sem við gerir í dag, samkvæmt samfélagsmiðlum og það náttúrulega bara byggist óöryggi ofan á alltaf þessa krakka og þú veist og óöryggi gerir allt verða þannig eins og bara með bæinn, allir með hnífa þetta er bara einhverjir óöryggir aumingjar, skilur, sem er búið alveg upp mögulega einhverjir COVID-aumingjar, skilur, það var bara haldið þeim inni hana í 3 ár eða þeir hafa ekki verið aldnir upp, skilur, þeir hafa ekki fengið uppeldi, skilur eða bara hafa ekki fengið 100% það og líka, skilur, bara það að þeim var haldið inni kannski 3 ár af framhaldsskóla göngunni sinni eða grunnskóla dóttunni sínu og svo er þeir núna bara koma út og þeim vantar eitthvað Já, og þeim er kannski sagt að allt sem þeir gera er bara eitru kallmennska En Beggi, ég er ógeðslega ánægður með að þú sért bara að segja þína skoðun þrátt fyrir hvað feedback er og ef það er ógeðslega mikið backlash út í að minnst það ógeðslega stór punktur í þessu þó ekki allir séu sammálaðir eða við ekki sammálaðir eða sammála mér finnst bara mikilvægt að þú sért að segja það sem finnst, skilur það er huge út í dag, ekki sjálfsagt hlutur það er allir hræddir við Twitter skrimslið, allir hræddir að vera cancelar, allir hræddir við að segja eitthvað sem geti komið í vandræði þannig að ég er alveg bara svona ánægður að þú sért að segja og þá langar mér að það leiðir út í spurningunum mína þú veist, hvernig dílað þú við þegar þú ert bara putting it out there þetta er það sem ég finnst, þetta er hvernig mér líður með hlutina
Hvernig dílar við þegar fólk bara fucking nakkdrulla yfir á Twitter, skilur eða bara fucking klukkutíma löng Facebook póstur, skilur ritgerð, skilur hvað þú ert fucking ömulur og slæmur fyrir fólk, skilur þú veist, sem hefur komið líka sko já, þú veist, hvernig, þú veist, ég pæla alltaf í þessu, ég haldi mér alltaf on the good side, ég alltaf bara búið content sem skemmtilegt, þannig ég aldrei að díla við eitthvað neitt slæmt bakla, skilur þannig að ég mun langar að spyrja þig bara, hvernig upplifir þú þetta, skilur Sko, ég kem að þessu, en ég vil vera meiri þekktur fyrir my contributions heldur controversies. En ef ég spurður af einhverju, þá mun ég alltaf segja sannleikann. Og þetta byrja náttúrulega því að, þú veist, ég var að tala um Kífi áðan. Það var þannig þegar við gerum vídeóin, stuttu vídeóin, á Siggi á kamerunni, Arnar var að spurði mig svona 30 spurningar, ég hef aldrei séð spurningarnar. Síðan kemur þessi spurningar um karlmennsku og ég hef aldrei pælt í því, þannig bara svarið mitt kom. Ég bara, þú veist jú, þú er alveg pælt í Já, þú veist, ég pælt í spurningunni, ég hef aldrei pælt í svar ég þarf að svara spurningum kallmennsku á 60 sekúndum Já, þú leiður þessu bara að flæða Þetta er ekki eitthvað skrifta Nei Þú voru aldrei sett þetta nákvæmlega í orð Aldrei, það er þannig að ég skrifa um þetta svoleiðis, en ég kem aldrei undirbúin svo hérna var ég ekkert að pæli, ég ætla nákvæmlega að segja þetta ég bara því spyrja mig spurninga og ég svara og viðtali fyrir eitthvað En allavega og spurningin var hvernig þetta hefur áhrif á mig basically Í fyrsta lagi minni mig alltaf á það að þetta er lítill hópur á Twitter sem að gagnrýna mig því ég tala, og ég get ekki talið skilaboðin sem ég fengi frá fólki sem fólk sem að hvetja mig og þakka mig fyrir að hafa þessi orð og því ég talaði fólk á gödunni en ég minni mig stöðugt á það Í öðru lagi að þá þegar ég fæ þetta högga mig frá ákveðnu fólki ég ekki svona að leika mér að skoða en stundum ákveðni vinir sem senda manni printscreen og herði að vera að dæli við hérna maður og printscreen, það segir hvað gammalt sko screenshot sko printscreen í Windows sko En allavega og ég held sér bara frekar sjóaður í að vera takast á við að fólk finnist að sko gagnrýna mig ég var í fótbolta ákveða að vera vegan allir bara hvað að þér skilur mig, það maður að hafa baki það sem byrjaði að tala um einhverja andlega heilsu og sálfræði ég var í fótbolta líka að blogga þú veist, fótbolta maður að blogga hvað ég fákanum að þér skilur mig ég hætti í fótbolta, það var allt brjálað fólk að gagnrýna mig fyrir að hætta og fólk að hvetja mig áfram fyrir að hafa ákveðið að hætta og alls konar eitthvað svoleiðis og mér finnst ég bara orðin frekar sjóari þá örugur með hvaða skoðun ég hef og þetta vel ígrundaða pælingar að ég get stáð og falli með því en auðvitað hefur þetta stundum áhrif á mann og maður pælir í því en eins og árin ég fór í bæði viðtölin hafa verið þannig ég farið í viðtalið og vídeóið sem ég setti inn síðan ég bara farin til LA þá er bara skólinn að taka við og ég hugsaði svona með mig þegar allt fór að háa á loftan einhvern tímann á Twitter skólinn var að byrja daginn eftir og ég hugsaði með mér herru ég hef bara leifað fólkinu að taka slæði fyrir mig sko. Þau bara rífast hérna undir mínu fræði eða mínu Instagram post ég held bara áfram að gera hluti sem ég finnst mikilvægir og þið bara leysið þetta þarna sko. Og síðan getur bara fólk Alex, nú hef ég verið að gefa út efni í 5 ár kannski í einhverju formati ég með endalaust klippum á Instagram ég með endalaust klippum á YouTube podcastviðtöl sem eru 1-2 klukkutímar vídeó sem fólk getur skoðað heldur að beggi sér skaðalegur farðu inn á Instagram, farðu inn á YouTube lestu bækuna mínar og þá getur þú gefið þið mat í því hvort að ég sé skaðlegur og ég skal alveg skora fólk á hólum sem heldur að ég sé skaðlegur Já, nei, auðvitað, það er náttúrulega ekki það er ekki Twitter-leiðin, sko, er að taka the long format og dissecta það er alltaf tekið bara kvóti, skilju til þess að búa til læsingin, skilju en þú veist, það er alltaf tekið alltaf ára kontekst það er bara hvernig interneti virkar, skilju En til að taka þetta saman, þetta heggur ekki á mig, sko Nei Af því að þetta er eitthvað sem ég vil segja og ég vil segja sannleikann og standa að falla með honum og þá verður maður bara gagnrýndur eins og ég og Davíð varum að tala á hann fyrir podcasti maður getur ekki gert öllum til geðs skiljum við því að við fundið fyrir að þið voru að byrja podcasti að vera svona varlega hvað að segja síðan að Arnar bara dæli einhverju skoðunum stjættafélag og allt þetta skiljum við þannig að þú getur ekki gert öllum til geðs og þegar þú segir sannleikann þá farður svona fólk með á móti þér og það er bara einhver vegferð sem ég ákvað að gera og ákvað að við ekki krantskoða sig segðu þína skoðun og farðu varlega sem er ógstlega mikilvægt í dag út af því að eins og ég var að minnast á hann sko, það er, þú veist, og eins og við höfum líka verið þegar við ákveðum að fara á stað með þetta podcast við vorum bara, hei, við þurfum að fara varlega en, þá er ég svona í varlega, þú veist bara gaur, fokkar, segðu það sem þú vilt segja og þú veist maður þarf að vera, þú þarft að vera þú sjálfur, þú þarft að vera unfilter og svo þarftu bara, þú veist, taka því sem kemur með því en svo er það líka það, þú veist annars ertu bara doing an injustice gagnvart sjálfur og fólkinu sem er að fucking hlusta 100%, alls samanlega en þetta er líka skiljust þetta er svona margir vinklar og þú veist maður vill alltaf segja sem það finnst og
en svo stundum segir það sem finnst og þá getur þú bara mistað vinnuna skilur, vinnuna þú veist, sponsorinn hættir þú færð ekki þáttinn sem áttur að gera hjá stöð 2 út af því að þú sagðir eitthvað sem áttur ekki að segja eitthvað svona dót, fattiði Já, það er svona kostnaðurinn fyrir ógeðslega marga sem er einmitt í þessum leik að þessi hana dóti og minnst líka svo næs núna þegar ég er ekki með hennar sponsa, ég er ekki að gera þetta svona lengur þá get ég sagt það sem ég vil frjáls maður loksins, það er ekki eitthvað svona heyrðu, þú sagði þetta, þú máttu ekki eins og fyrsta samstæði sem ég misti þá var út einhver svona, bara fekk ekki samstæður út af því að ég sagði eitthvað sem mátti ekki segja Hvað var það? Þetta var einhver homahatari ég var eitthvað að fara, þykjast að fara í sleik við Gauta og það var aðeins með renni í þetta en það var eitthvað eitt sem ég reyfi hára stelpum réttað ár eitthvað leikimyndband, þá var ég kvennhatari þetta var bara eitthvað mannlífsrétt það var svolítið svona tekið því í gegnum the dirt sko, það var að vera að reyna að eyðileggja kallinn sko. og sama líka og það var augljóslega bara fýrblagsskapur sko. Já, þeir hætti líka inn í þetta er líka alltaf einhver sem hagnast á þessu eins og með það mannlífstótið gæðin sem byrjaði það var gæðin sem mútið prikið og þetta gerist á B5 hann byrjaði hvað ógeð er að gera þetta á B5 þetta gerir svona B5, ok setnadótið, þegar ég misti endaði á því að missa samstöðunum mín var þetta ekki hashtag ato og gæla var að kvarta á netinu svo komu fréttir það og þær voru brjálar á Twitter yfir því að fréttina voru ekki að gefa þeim kredit skilur þetta er svona, það er allir innit fyrir eitthvað sko bara 100% akkur þetta kredit ekkert allir en þeir sem er að gera þetta public á þess að bara tala við beint sko þeir eru in it for an ulterior motive sko. Svo hef ég líka fengið DM bara hei gaur, mér finnst ekki lægi og það er ekkert meira skilur svona ok, við erum semst vinir það er the real ones ég hef fengið nokkur þannig bara gaur, þetta er ekki lægi, mér finnst ekki lægast að segja þetta svona þá bara ok, feinskver, bara ekki leiða þessu en það er ekki sens ég sé að vera eða þessu einhver bygglaðir eitthvað á netinu eitthvað þetta er ógeðslegt ég held bara að þú veist ef maður byggir upp sitt mannorð í mörg ár það hefur að vinna með sömu fyrirtæki, sömu einstaklingum og fólk veit hvaða einstaklingu þú hefur að geyma hvað þitt intention er ástæðan fyrir af því að fólk var ekki að hlusta á hann réttrúna hér á Twitter það var af því að allir sem ég hef unni með vinn ég með náið með og þau vita hvað einstaklingu ég hef að geyma þannig að það er engin fyrirtæki sem hættu að vinna með mér eða ég fekk ekki einhver tækifæri út af því sko. Af því að ég vil meina að ég hafi gert mér best að vera eins góður og ég geti þeim aðstæðum sem ég hef verið í yfir langan tíma og þú veist, margir sem hafa einn einslíkur sem var með mig inn á streymisveitunni hjá sér semast. Og það var einhver sem kom og þú voru að taka þetta vídeo út, hann er bara skadalegur og svona og hún bara, nei bara ef þú skalt bara fara af streymisveitunni eða þú vilt ekki horfa á vídeo nákvæmlega, vel gert það nátt að vera sko Svo er þetta líka eins og með þegar Nökkvi tók þetta Sabatot og ákvað að tala það skiljast, hann var svona einn af fyrstir sem sagði á Íslandi þá fekk hann líka saman svona fyrirtækist, hann alltaf þekktur var að vinna mikið með mörgum fyrirtækjum og svona þá kom alveg smá bakslag, það er líka til dæmis skiljast, það er alltaf að fara valega þegar þú ert að gefa þetta svona public og svo í sig að vera public í Íslandi líka það er ekki nema að segja eitthvað eitt public og þá ertu orðin frægur sko og svo líka sumir líka vinn í því að segja svolítið wild hluti og gera wild hluti til þess að fá athygli og mér langar svolítið að fara með þetta þangað þú náttúrulega veist hverju Edda Falag er og veist, podcast hennar og veist, hennar feril í rauninni í media hvað finnst þér veist, það sem gerðist eða með hana og hvað hún gerði þú veist, með podcastið og bara hennar verkefni í því sem hún var að vinna í Við talum bara frá, hún byrjaði og frá hún endaði núna Já, ég er ánægður að það er endaði Það er ekki búið? Það held ég Það er ekki mikið að frétta núna held ég Ég fannst Edda gera margt ágætt Mér fannst hún opna ákveðnu umræðu með að það er ákveðnir kallmenn sem hafa völd sem gera slæma hluti markalausir og svona opnaði augun hjá fólki fyrir það og það er ekki hægt að díla við þessa hegðun lengur sko. Veist, það er bara verið að taka á henni og mér fannst það mjög gott mér fannst ákveðnar aðferðir hjá henni við að útiloka menn og allt þar fram til götunum svona setja spurningamerki við það Já, þú ert að tala sagt, svona the witch hunt mentality sem svona að krossfesta að brenna fólk á báli skilur eins og bara dómstól götunar skilur þú veist að það sé bara að þú gerir eitthvað og þá ert þú forever bara settur brendur á báli skilur og fær aldrei að koma inn í samfélagi aftur skilur
Já, en to be fair, þá þetta fólk bara búið að fá nóg og vill bara fá það út í samfélaginu, síðan það spurningin svolítið að vera bara, heyrðu, hvernig hjálpum við þessum einstaklingi að koma aftur í samfélagið og eiga heima hennar, sko. Af því að þú veist, það hlýtur að vera markmiðið að einstaklingurinn átti sig á því hvað hann gerir rangt og getur komið sem betri einstaklingur inn í samfélagið. Já. Hann hlýtur að vera viljið til þess. Ég samt hef voða lítið trú á því með svona fólk, sko. Mér finnst flest allir sem hún tók fyrir vera bara algjörir skítalar, skilur, og hún kom upp á. En mál þú veist, ég og Davíð höfum náttúrulega persónulega reynslu af henni. Þannig við vitum, við þekkjum hana persónulega, við vitum svolítið forsenduna hennar og hvernig hún funkar í þessu. Og það er eiginlega búin að fara fyrir hjarta á okkur báðum, sko, að vita það að þessi stelpa, henni drullu saman fórnarlömbin. Hún 100%, forsenduna hennar á að gera þetta 100% bara fyrir athygli og peninga. Og þegar við vitandi það, skilur við, það alltaf bara svona, það hefur gert mig brjála. Og því að, manneski sem að sinna þessu hlutverki, manneski sem hefur empathy fyrir fórnarlömbunum, en ekki að nota þau til þess að græða pening, skilur við, að fá athygli, allt þetta, skilur við. Og því að þú náttúrulega stofnaðir podcastið með henni back in the day. Já. Og það voru alveg gífurleg svik þar, sko. Alveg bara mjög slæm, sko. Og það svona málaði okkar álit á henni, sko. Þannig að mér langar að fá feedback á því svona, út í að mér finnst hún vera líka cultural phenomenon. Hún stofnaði einhverja hreyfingu bak við eitthvað brand hún sé að venda fórnarlömb kynferðisofbeldis, sem bara rosaleg brynja til að standa bak við og hún sé bara berjast fyrir þessu. En svo, fólk sem hefur reynslan eins og ég og Davíð, skilur við vitum bara að þetta mest narcissisti sem einhvern tímann kom til Íslands. Þessi manneskja hefur ekkert empathy, ekki neitt, sko. Og þess vegna langar mér svolítið að koma inn á það að fá þitt álit á hana, sko, og líka kannski gefa þér feedback frá mannesku sem hefur reynslan af henni, sko. Þetta líka spurning ákveðin heilindi, sko. Að vera trú sjálfu sér og maður finnst einhvern veginn að sé ekki match þar í rauninni. Af því að og þá svo erfitt að vera hvernig ætlar að þróa einhvern miðl og þú ert að passa í hvað þú segir til þess að til ákveðnum hópi en þér finnst það ekki vera svo skoðun en það ekki það sem hvernig þú ert að horfa á hlutina eins og þú nefndir, skilurðu, ef það svoleiðis og það gerir þetta allt svo erfitt af því þú segir eitthvað vitlaust þá ertu að í því af hópnum sem ert að reyna að höfða til og þá ertu ekki trú sjálfur og þá líður þér óþægilega, skilurðu, og þá byrjar að ljúga. Það gerist þú lígur, skilurðu mig, og það sem var að ljúga með ákveði sem hvað var það heimildin, hver var það sem kom upp með að hún sem hafi missagt eitthvað, var það ekki svoleiðis sem orðuð þetta sem ég fannst bara, þá fór aðeins fyrir brjóstið að mér því að hún laug bara, skilurðu. Já, hún sagði að hún talaði að hún hefði verið beitt einhverju ofbeldi í einhverjum bransa, í banka eitthvað svoleiðis í Danmörku en síðan kemur ljós að hún vann aldrei í þessum banka, né í fjármálafyrirtæki, né lyfjafyrirtæki sem að hún sagðist að vinna hjá og þú veist, ég þekkt hana bara mjög vel, ég eyddi bara 5 dögum í viku með henni á þessum tíma. Vorum bara að æfa saman hérna niðri í stúdíóinu, vorum að gera podcasti saman, við vorum að tala klukkutímum saman bara hvernig við ætlum að búa til þetta koncept, hvernig við ætlum að láta það verða viral, hvernig við ætlum að verða bara stærsta podcast á Íslandi. Vorum bara að fara markvissar leiðir í að búa til mesta hæpið og þar af leiðandi mesta peningin í gegnum podcastið. Þannig að það var mótífið okkar til að byrja. Og ég held að það hef ekkert breyst eftir að hreyfingin fór áfram. Þá sáum við bara hvað þetta gat orðið stórt. Það hefði getið orðið miklu stærra. Það hefði getið orðið business, bara alvöru business. Hefði hún haldið í góða fólki sem hún var með þegar hún fór á stað með verkefni en ekki verið, eins og hún skilju, sem að ekki viðhalda góðum samböndum og vináttum, skilju, eins og Fjóla og Davíð voru, bara þetta var rosalegt teymi, skilju. En út af því að það veri að vanrækja þau sambönd, skilju, eins og narcissistin gerir, skilju, að þá endar einn og þegar endar einn þá, ég held upp á vinasamböndin mín alveg rosalega vel. Ég bara, ég set bara allt hjartað í það og ef það eitthvað ekki í lagi í samböndunum þá reyni ég að, laga þau, reyni að tækla vandamálin og þegar við enduðum þetta samstarf og í kjölfarið þessa vináttu þá var mikil sorg hjá mér af því ég var bara að missa bara vin eða vinkonu sem ég held að væri bara wholeheartedly góð vinkona mín og ég var sömuleiðis að missa af verkefni sem ég fór af stað með og ég held að geti orðið eitthvað magnað en það var ekkert hjá henni það sást engin það var engin vanlíðan eða vákvæði leðilegt, þetta var bara ég vona að þið getið
þú veist, óska mér góðs gengis og sjá mig blómstra og svo bara ekki haft sambandi við okkur aftur og ekki borgað okkur pening skilur sem við áttum inni og Já, það voru búin að safnast fyrir alveg góður uppæðir í byrjun podcastins sko. það var bara ég er búinn að semja við nýjan aðila til að byrja með og ég vona þið bara óski mig góðs gengis og maður er bara svona Pældi hvað það er sjúkt bara wow. Þetta er besta vinkonaðin og ótrúlega góð vinnun sem er hjálpar að fara stað með geðfallegt verkefni þú skilur við það, þú veist og á þennan hátt þú veist, pældi hvað það er grimt og það er ekki einu svona hort tilbaka það er síðustu skilabóðin sem ég bara nokkuð tíma fengið og bara það verður aldrei verið talað neitt saman eftir þetta og þetta er bara svona og við sitjum á það bara eftir bara og hvað gerðist og þetta er manneskjan sem samfélagi lítur á sem er einhvern veginn baróttu manneskja fyrir, þú veist kynferðisofbeldi gagnvart kvenfólki skilur. En hvað skiptir mér á máli skilur að hafa gert eitthvað gott skilur og geta bara hætt með það eða viltu nýta skriðþungan sem voru búin að búa til að halda áfram að græða þessar þú veist fucking mánuði sem við vorum búin að búa til fucking peningamaskinu út úr og ætlar ekki einu svona að þú veist gera upp við neitt skilur sem við hjálpar að komast þangað. Við erum bara ætla að tala um þetta lengi sko því að þetta er eitthvað sem er mjög náið okkur sko. Já, við höfum þetta annað þátt bara um þetta kannski. Já, kannski, en mér finnst samt sko að það er gaman að fá feedback en við veitum að fáum hreinskili feedback hérna. Já, fáum rétt feedback hérna. Já, það er út í að þú segir það sem þið finnst skilur, það er svona langa okkur, það er svona fannst mér sniðugt að tala um þetta sko, út af því að það er gaman að heyra hvað þið finnst um þetta núna þegar þú veist og heyrir þetta skilur. Allan eins og voru að lýsa þetta svolítið sjálfstýrkandi hegðun sko. Já. Smá narsismi í þessu smá að greina það en mér finnst það bara dæmisaga að allar lígar komið í baki að sannleikurinn var eilu ímyndaðu þú þarft að ljúga þig gegnum heiminn og þú ert alltaf stöðugt að passa hvað segir og hvað gerir og þú lígur til þess að koma framfæri þú lígur að fólki, þú lígur að vininum svíkur vininum en til þess að fá öðrast fræð og frama og peninga og svo leiðis og það nartar alltaf í baki að þér sko og það nartar alltaf í baki og það heggur á þína veljan og þú veist í hvað þú ert lengur af því þú ert að reyna að segja eitthvað og gera eitthvað út af því að þú kemur þér á framfæri þannig og öðlast ákveðin fræð og frama í staðin fyrir að segja sannleikan og vera, þú veist, sannleika við fólki segja sannleika við sjálfa þig og virkilega tala um hvað þér finnst og hvað býr í þér í brjósti og mér finnst þetta bara ákveðin dæmis af það þegar maður byrjar að ljúga af sjálfum sér og öðru fólki hvað áhrif það getur haft á lífmann sko. Já. Að mínum að því. Það sem ég finnst líka magna er bara hversu langt þetta fór og því að málega það er fullt af fólki búin að koma í gegnum þú veist bransanskilur og segja alveg wild shit en málega það er vola fáir vera í hennar stöðu með svona sterka ímynd skilur einhver crossfittari og að vera þú veist að hún er að halda þessum kynferðisofbeldismönnum ábyrgum skilur og þetta er bara svona, þetta er svo risa brynja fyrir mannesku sem er með allt önnur motives en að hjálpa fólki allt önnur, þú veist og ég er bara svona, þetta er cultural phenomenon á Íslandi sem er bara svona mindblowing fyrir mér og ég var svo ánægður að sjá, þú veist, þegar loksins bara að það kom eitthvað í baki á henni, skilju, af því sem hún var búin að ljúga og þessa hluti, skilju, ég er bara svona, vá, finally, ég hef loksins trú á samfélaginu aftur að fólk getur ekki bara sagt og gert hvað sem er og ekki tekið neina ábyrgð á því, skilju, og bara logið sig í gegnum lífið, skilju, þetta er wild, þetta er aldrei gerst áður almennilega, þú veist, svona, þetta er bara huge, skilju. Þú veist, ég var alltaf í sjokki yfir þessu, því lengra sem þetta fór, því meiri athygli sem þetta náði, ég var bara hvað er í gangi hérna, skilur, sérstaklega við erum með inside perspective, skilur, við vorum bara í sjokki, það hélt áfram, skilur, og bara það er ennþá bara þúsundir manna sem bara standa með þessu mannesku og bara venda hana og ég bara svona, fuck, ef þið virkilega vissu hvernig hún er í alvörinni og er að vinna með henni og bara vera vinur hennar, skilur, þetta er bara insane, sko, bara sjokkrandi. Var ekki, hver var það sem var hana ekki okkar maður lengur, Gísli Marteinn, já. Hann að bakka upp eitthvað dæmi sem hann veit ekki neitt um. Já, þegar greinin kom út með Davíð og Fjólu að Edda hefði ekki gert upp við þau þegar þau skildu leiðir, þetta er náttúrulega bara, þetta er svakalegt, sko, og svo er Gísli bara, já, þetta eru bara, hvað sagði hann, fjármála, eitthvað ósamál einhver fjármál, milli, eitthvað, þú veist, viðskiptavinna, þetta var eitthvað þannig, þetta var rosalega PC dæmi, bara já, þetta er bara eitthvað venjulegt eitthvað, fólk að gera upp pening, bara eitthvað, nei, bro. Completely bara hoppa á einhvern vagn. 100%, manneskjan er að svíkja bestu vinkunum sína og góðan vin sem er að starta ógeðslega flottu verkefni allan peningin. Já, við settum örugglega, þú veist, ef við tökum þetta allt saman, þá settum við örugglega 10-12 milljónir í þetta verkefni. Já, veist, ég persónulega. Já, fyrirtækið þitt lagði út þessu, skilur, og hvað gerir hún? Einu peningur sem kom inn, hún tók hann, skilur. Já. Þetta er nött, sko. Þetta podcast, ef maður myndi taka allt saman, hefur örugglega grætt cirka milljónir.
ótrúlegt sko. Já. Veist, þetta svo mikið, þú veist, já. Og þetta eru bara fólk sem að styðja mánaðarlega eða sponsor sem hafa sponsað þetta og þú veist, við Fjóla höfum ekki séð krónu, bara ekki eina. Mér finnst bara áhugavert að pæla í því sko, hvort eru intentions bak við það sem hún að gera samkennd fyrir þeim sem minna mega sín og þurfa að halda, eða er hvatun á bak við það að rífa þá niður sem eru successful og koma sér sjálfur á framfæri, skilur. Já, það er náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega æsir í liðinu að taka niður stóra mannin, skilur, það er narrativ sem, veist, mér að ég er á bak við, þú veist, ég fíla hvað Edda gerði, skilur, hún var að halda þessum ógeðslegum gaurum ábyrgum á þessu ógeðslegu hluti sem þeir voru að gera, þú veist, það var svo pirrandi líka, þú veist, maður var svona að sjá hvað hann var að gera og maður vissi alveg af hverju hann var að gera, en maður var líka að þetta vel gert hjá hann, skilur, að þú veist, gera þetta, en svo gat ég aldrei almennilega stutt út, ég vissi bara, hún er bara að gera þetta fyrir peningin, skilur, hún er bara að gera þetta fyrir athyglina og successin og notoriety, skilur, þetta hefur ekkert að gera með fórnarlum, ekki neitt, skilur, og það fucking, sko, ég sverða, sko, ég er alveg sko, ég verð frá hérna sko, þetta bara gjösslega var að ergja mig og líka, ég vil bara taka skýrt fram fyrir allir sem að hlusta okkur núna, skilju, við erum ekki bara einhverju gaurar sem eru eitthvað drulli, einhverju gælu sem eru að berjast fyrir einhverju, skilju, nei, bara alls ekki þannig, við erum eiginlega bara svona, við erum brendir, þú veist, við erum bara nánir vinir, já, við erum bara, veist, við vorum að hanga saman, skilju, og fórum í ótal ferðir og við vorum bara að kynnast og að vinahópur að formast þarna og við erum eiginlega bara brendir eftir hana, skilur, og það sérstaklega þú, sko, ég náttúrulega spottaði þetta mjög snemma en ég fjallaði mig mjög fljótlega, sko, já, og ég var að vara þig við svo massíft þegar þú varst að fara stað, ég bara don't fucking do it, man, og þú alveg bara, það var spennandi, og því að vera í kringu narsisistan er spennandi, það er æsingur, það er allt í gangi, skilur. Ég veit ekki hérna, ég blindaðist mjög hratt af þessu að vera í þessu umhverfi, það var mikið talað það sem maður var að gera, þó ég hef ekki endilega verið að setja nafnið mitt á allt dæmið en ég viðurkenni því, þú veist, og ég veit að ég fékk eitthvað út úr því að fólk var að tala eitthvað sem ég gerði og var að vinna í, það gaf mér ákveðið rush og þú veist, ég veit að núna að, þú veist, það er bara einhver mannlegu hlutur, skilur, fólk fær dópamin út af einhverju svona og þú veist, ég var bara, þú veist, ég er bara guilty að hafa fílað það. Og hérna, það er líka bara og það blindaði mig gjörsamlega gagnvart öllum þessum patterns sem hún var að sýna í hegðun, í hvernig hún var að stjórna hlutum á þess að stjórna þeim beint og bara hvernig hún var að koma fram við mig, hvernig hún var að koma fram við Fjólu, þú veist, hvað með góður, ég get ekki ímyndað mér hvernig Fjólu hefur lið. Já, við getum eiginlega ekki talað fyrir Fjólu, en við skulum bara, segjum þetta bara þannig, skilur, að vera vinkona narsisista, skilur, þú ert, hún narsistin er að fara að brjóta þig niður hægt og rólega, skilur, og byggja þig síðan, draga þig tilbaka, byggja þig upp, brjóta þig niður, þú veist, bara fram og tilbaka, þangað til að manneskja bara getur ekki meira. Já, við þurfum eiginlega bara að lega Fjólu að tala um það þegar hún er tilbúin til það, skilur. En hvernig finnst þér að heyra þetta allt saman, maður? Við erum fyrst að skita að opna á þetta núna, sko, við erum búin að tala um þetta lengi á podcastinu, sko, en ég held að sé rókslega gott að vorum að gera þetta með þig, sko, því að ég veit að þú ert óhræddur við að segja það sem þið finnst, skilur. Þannig að, já, ég er búin að spyrja þessu, en það væri gaman að heyra meira, bara hvað feedback heit þegar þú ert búin að heyra þetta, bara svona risastóran, bara influential mannesku í samfélagi eins og Eddu Falag, sko. Þetta er ekki fyrsta dæmið sem ég fæ en fyrsta upplifun á einstaklingum sem hefur í kontakti við Eddu. Já. Og þú hefur heyrt eitthvað svipa áður. Já, og ég einhvern veginn ég reyna að taka sem flest allt inn í myndina og reyna að gefa mér ákveðna sýn á manneskjuna og upplifa manneskjuna árinni, gefa mér einhverja skoðun og trúi öllu í rauninni. Ég tekur henni allt inn í myndina og síðan skoða ég og pæla aðeins í því meira. Það sem þið eru að lýsa núna finnst mér bara eiga að vera tekin umræðum af því að þú veist, einstaklingur sem er svona byggt á því sem þið voru að segja mér hérna og það sem hefur heyrt, hann á ekki að komast upp með að vera svona. Nei, það er að spögga mig, ég er með svo sterkar réttlætiskennd. Og síðan taka allir þetta spjallina sem við vorum að tala um núna og bara henni 4 hvítir kallar er að tala Eddu Falag og allt verið vitlaust, skilur mig, sem bara slagurinn sem þið ákveðið að taka og grilla þú líka draga miðnum en mér finnst bara mikilvægt að þessi kalla fólk líka út, sko. Af því að þú veist halda fólki ábyrgu, sérstaklega ef þú hefur persónulega reynslu, sko. Þetta er ekki bara eitthvað ókunnir út af bæ, skilur. Nei, og bara, þú veist, þannig ég er bara, eins og þú ert ánægð þegar ég segja mínu skoðun, þá er ég bara ánægð með að þið séu að þora að deila ykkur og segja ykkar skoðun og standa á falli með því, sko. Sem verður bara einhver stormur og þið takist á við það, skilur. Já, við sjáum til hvað við gerum með þetta segment, sko. Já.
Við ætlum að spara þetta fyrir Fjólu sko, lefa Fjólu að segja söguna sko, þetta er eiginlega svolítið hennar saga, þetta er ekki okkar skilur, hún var kannski aðal, þú veist, fórnalambið, við vorum eiginlega bara svona, þú veist, Já, þú veist, sálrænt þá þjáðist ég ekki mikið af þessu, en bara það að ég setti þú veist tíma, ást og vinnu í þetta, það er það sem ég misti svolítið út úr þessu. Ég þú veist, var að vinna í einhvern sem ég trúði virkilega á, bæði málstæðin, líka successið en málstæðin líka og það gaf mér þú veist bæði tilgang og það gaf mér þú veist reward, bara verðlaun fyrir það. Já. Það er eiginlega besta kombóið skilur. Þegar þú ert að gera eitthvað sem þú heldur að sé gott eða trúir að sé gott og ert að fá eitthvað fyrir það líka. En svo þegar einhvern veginn það er bara lygi og fake og þú einhvern veginn bara ferð úr öllu því yfir í ekki neitt og ekkert engan til að benda og engan til að axla ábyrgð, heldur bara einhverja manneski sem heldur áfram að krúsa á gameskipinu sem þú smíðaðir sko. Já. En úr einu yfir í annað kannski. Já, endilega, fínt að klára þetta. Beggi eða Begga Hvað er komið á döfunni á þér? Hvað er döfunni? Hvað er planið? Herri, ég fer bara leið eftir 2 daga. Nei, herri, ég er að fara bara að kynna á ráðstefnu hugbúnaðan okkar. Ég er að þróa hugbúnað. Ég er CEO yfir hugbúnað í startupi núna sem við erum að byrja. Hvernig hugbúnaður er þetta? Við erum að sameina artificial intelligence, þjálfunarsálfræði og nýjustu vísustu veljan til að hjálpa fólki að meta sin eigin veljan og bæta hana, basically. Þannig að við erum bara með svona, það eru 2 stóru hlutir og bara eins og sérst með bara AI coach í vasanum. Sem eru 9 þættir sem skipta máli upp á þegar líða vel í lífinu og hjálpa þær að meta þá þætti og síðan hjálpa þær að fara að gera markmiðasetningu í að bæta hvern þátt og AI tekur allar upplýsingar sem er tengdu við large language model, tengir þá svörið þín við ákveðnar upplýsingar og gefur þér svona ákveðnar recommendation and suggestions til að gera ákveð til að bæta þann ákveðna þátt. Þannig að maður er basically að fara að ChatGPT-a sig bara í veljan. Basically, já, með veljan og með svona smá engineering frá okkur varandi vísindin í bakvið þjálfunarsálfræði og veljanurinni. Og hvaða 9 þættir eru þetta sem að skipta máli? Sko, ég skal fara snöggli yfir þá þess að ég spurti meira um hvert þátt fyrir sig. Það eru í positive emotion eða jákvæða tilfinningar. Það er nummer 1. Það er bara að upplifa gleði, hamingju, ánægju og allt þetta. Markmiðin. Já. Engagement, það er rauninni bara snýst um það að vera þið var allir uppið að vera í flæði. Við erum örgulega upplegað að vera í flæði núna. Tími líður bara svona. Kannski að þið eru að create eitthvað, þið eru að klippa, þið eru að þið eru að hafa í samræði með einhvern og þið bara gleymið tíma og stað og stund. 100%. Þetta ástand gefur okkur heilmikið í lífinu. Fyrsta lagi afköstu ógeðslega mikið og síðan líður okkur ógeðslega vel. Númer 3 er relationship. Og hvað er mikilvægt relationship? Jú, significant other eða dating life, skilur mig. Síðan erum við að tala um friends, vinir og fjölskyldu og skólavinnir eða einhverju vinnir með þeirri vinnu. Þetta eru svona þessi 4 box sem er mikilvægt upp á vináttu. Meaning, það er svona my expertise eða mín sérfræðikenning, það er bara tilgangur. Það er basically að nota þína styrkleika til að stuðla einhverju góðu í heiminum. Og við getum farið ansi djúpt í það, ég held að enginn myndi að hlusta á þessu podcastið. Síðan er accomplishment, þannig að upplega þá sérst að ná einhvers konar árangri og það getur verið bara eitthvað, það er ekki verið eitthvað svo stórt external, bara að upplega og sérst að ná einhverjum árangri. Þannig að það er komið A, síðan er mindset sem er bara hugafar. Hugafar er bara, ertu með grósku hugafar, ertu tilbúin til að taka áhættur, ertu tilbúin til að læra mistökum, ertu tilbúin til að bæta þig og allt þetta. Og ertu með svona þrautseigju, ertu með von upp á framtíðina, trúir á þína eigin getu og þína hæfni og ertu jákvæður, sérðu glasið hálftómt eða hálffullt. Síðan er physical health sem er allt þetta, svefn, mataræði, hreyfing, stress og kuldi og allt þetta. Síðan er economic security, bara hvernig er overviewið þitt yfir fjármálaninum, ertu og því að það, semst, vöntun og economic security hefur rosalega mikil áhrif á okkar veljan, en þegar þú fer umfram $75,000 árið þá hefur rosalega lítið áhrif á okkar veljan og hamingju. Áhugavert. Og síðast áttur environment, bara hvernig er physical líkamlega umhverfið sem þú ert í, ertu með aðgang að náttúrulega ljósi, náttúrunni, fjöllum og allt þetta. Sól. En þetta er þessi 9 þættir, 9 þættir, þannig að við hjálpum fólki að meta bæði með svona tölulegum spurningum og líka sem fólk getur skrifað. Ok, þetta er mjög trakkar á þeirra að kuppi hausina, hvernig... Þetta verður bara software, þetta verður vefsíða og app til að byrja með. Og þú fyllir út upplýsingar bara um sálaði? Já, fyllir upplýsingar og við líka gefur smá meira upplýsingar um þig, þannig að við getum, AI getur hjálpar að gefa suggestion byggt á hverju þín áhugamál, hvað er gaman og allt þar myndi gutunum. Svo seljið þessi gögn til Kína? Nei, við ætlum að halda þessu alveg frá okkur, við erum alveg ethical hérna.
ethical nálgun í þessu sko. Þetta er gett. Þetta er mjög spennandi sko, þetta er eitthvað nýtt og veist, að vera í einhverju, þú veist, vera alltaf í að vera CEO af einhverju startupi og vera í einhverju ferli og læra á business og eitthvað svona, þetta er rosalega nýtt en ég er rosalega bara gaman og spennandi sko. Þetta er klika, ertu þá að fara að skrifa þetta bara niður í símanum, eitthvað þannig? Ef þetta verður síman og verður speed to text, þannig gætur henni talað og breytist í texta. Þannig að hann spyrir bara eins og sálfræðingur og þú segir bara frá þessu, hann tekur upplýsingarnar, þessar 9 þætti og massar þessu öllu saman og gerir einhverja greiningu á þér. Já, í rauninni, ég semst þjálfunarsálfræði er í rauninni bara master saman í spurningum. Síðan erum við líka með vísindin í veljan, þannig að með því að spyrja ákveðna spurninga, þá hjálpum við fólki að átta sér á sig sjálfum og tala og þú gerir þannig þegar skrifa eða tala og þá færðu ákveðið svona byggt á þessu spurningum, þá færðu ákveðið svona hvar þú stendur á því sviði og þá getur AI gefið þér ákveðin recommendation til þess að bæta það svið í rauninni sko. En maður þá ekki að treysta notandum til að vera hreinskilinn við sjálfa sig? Verður að vera hreinskilinn. Já, þegar ég var ungur sko, ég var með mjög marga erfiðleika sem táningur sko, en það var ekki sjens að ég var hreinskilinn við mig og ég bara átti erfiðleika með að viðurkenna að ég væri með þessa erfiðleika. Algjörlega. Þannig að þetta er kannski þá meira fyrir fólk sem er þá kannski komið lengur og tilbúið til að vinna í sér og tilbúið til að horfa á sig alveg klálega og þeir sem er ekki tilbúin þegar þeir þurfa kannski að fá einhver aðalega aðstóð frá einhverjum sálfræðingi eða whatever, skilur við, þess að hjálpast á við það. Ég held að bara það að þessi speech to text geti aukið hreinskilni svona helming. Af því að þú veist, alltaf þegar maður skrifar eitthvað, þá er maður alltaf að lesa yfir textan og maður svona, hljómar þetta vel, þú veist, hvernig myndi ég orða þetta öðruvísi eitthvað þannig, en ef þú að tala, þá ertu einhvern veginn að fara, þú veist, tjá þig bara eins og myndi tjá þig í samskipti við manneskju. Og ég held að það er alveg huge hlutur í þessu sko. En alveg klálega og ég meina spurninga því við erum að klára arkitekturinn í engineering bak við þetta í hraðali núna, bara í þessum töluðu orðum. Þú veist, að því að það eru 2 vandamál, það eru 71% fólki sem vantar andlega aðstoð, þá fær ekki hjálp, skilur við, og 45% þeir sem veita að þeir get ekki veitt hjálpa því að það er svo margir sem þurfa að halda. Þannig að, þú veist, myndir King Arnar, myndir þú fara inn á Atlas Intelligence sem er appið ef þú gætir öðurlega bara upplýsingur þessar 9 þætti og settir markmiði að bæta ykkur þátt sem er vantar sem AI er búin að greina að þú getur bætt því í rauninni. Myndir þú nota þetta? Ég myndi alveg downloada þessu og ef þetta var eins og dag text to speech, ef ég myndi bara koma okkur spurning á skjáin, ég ætti bara að svara, það tekur bara 10 mínútur spjall við eitthvað robot gera Síðan ætla að vera með gamification í þessu og smá svona, þú veist, þetta hafi verið skemmtilegt í rauninni, þetta verður ekki bara erfitt og leiðilegt sko. Þú þarfst að bæta inn í einhver svona stjörnumerkjum, þá verður allt brjála sko. Setta leaderboard Þú sportdrykki eða ertu blárkristall? Herðu, ég er meja. Ertu meja? Meja. Nei, þú ert playa, Beggi. Playa. Nei, og síðan, sko, já, ég er að fara til Vancouver núna í nokkra daga og síðan fer ég til LA og er að flytja inn í LA og skólinn byrjar í lok ágúst, þannig ég er bara að vinna í ýmsum verkefnum þangað til og vera mannlegur inn á milli og fara á ströndina og þú veist. Já, lífstíðin í LA æðislega maður, Kaliforníu líður maður, það er spenntur fyrir þína hönd sko að, þú veist, ætlar að vera þarna síðan, eða þú veist, hvað er? Markmiðið er að vera áfram í mörg ár sko og síðan rosa djúpt svar að þá bara er lífið að fara að taka með það sem ég á að fara sko. Fyrir og glefti ég hef alltaf verið svona einsleiki, ég er bara þetta kýrsitur hreinu og ég er að fara þarna og þetta er bara nákvæmlega sem ég ætla að afreka og ég er alveg mjög markmið og mínu sín en síðan er ég bara, ef það opnast eitthvað, einhver tækifæri eða ég bara fyrir einhver átt þá bara hoppa ég á það og það fyrir líka mikið eftir bara hvaða einstaklega vil að bara líf mitt, held ég, líka. Já, hvaða maki kemur inn? Já, ég held að það skiptir miklu máli. Já, mitt. Hver er ideal makiðinn? Beggi? Hver er hvað kosti hefur drauma stelpaðinn? Beggi? Hver eru boxiðinn? Sko, já, það er ansi mikið sko. Tekka, ég trúi því sko að kröfunar eru háar sem er verra fyrir mig af því að maður er meðvitaður það í rauninni. Ég þarf 2 tíma samtal við einstakling og ég veit nákvæmlega hver þú ert, hvað þú hugsa á hvað persónu ég líka þannig sko. Þannig að það gerir það verkum að erfiðar að sjá ekki öll rauðuflökin sem eru kannski ekki rauðuflög fattar mig, að sjá þau séðast en allavega ég hugsa mikið þetta hún verður að vera heilbrigð fyrir mér verður hún að vera tilbúin hún hreyfir sig reynir að borða holt þannig það langar ekki toxic bitch já, þú getur orðað þetta þannig, skilur hún verða að vera hreinskilin mér langar í stelpu sem er hreinskilin og hefur ákveðin gildi og er ekki bara jámanneskja af því að eitt lykilatriði inn í samböndum er að
Semst það búið að greina þetta, Gottman hjónin, við þurfum ekki að fara út í þetta, allan að. Jú, mér lukkar að heyra þetta, mér finnst það áhört. Nei, I'm all about this stuff, sko. Gottman hjónin eru búin að greina semst ágreiningar sem eigast í staði samböndum. Það eru tvenns konar ágreiningar. Eitt sem þú getur leyst og annar sem þú ert aldrei að fara að leysa. Það er alltaf einhver mismatch. En lykilatriði ekki að leysa, það er bara að geta rætt það. Já, að læra að vera ósammála. Já, að læra að vera ósammála og rætt það og samþykkt hérna mannskinn hvernig þú og skoðan og allt það. Og það eru 65% af ágreiningum í sambandi. Þannig að 65% af ágreiningum í sambandi, þú ert aldrei að fara að leysa þau. Hvað færðu þessu tölfræði? Ertu bara online? TikTok. My sources are TikTok. Bækur Ég les vísindagreinar, ég les bækur, ég skrifa. Þú ert aflæri upplýsingar. Já, ok, sko, heilbrigð, hreinskilinn og independent. Já, sjálfstæð. Ég raunir sko, ég horfa á þetta sem svo 2 hringir. Þú með þitt líf, ég með mitt líf og síðan mætu sig hérna til að upplifa lífið saman og gera það bara geggjað. Og ég elska það, ég elska svona companionship. En ég vill ekki vera að ég sé háður einhverjum eða hún sé háður mér. Já. Sorry, ég held þú ætlar að gera eitthvað. Ég er Batman og hún verður Robin. Sorry, áttafík. Það sé bara þú, góð, metnaðafull Næsjúlur og svona tilbúin til að leggja vinnu að gera, ég er ólingur, ef ég er að gera eitthvað hlut þá vil ég bara gera eins gott og hægt er. Þannig að ef ég metna því að gera sambandins gott og mögulega getur, verður ógeðslega erfitt en bara tilbúin í það, þá finnst mér það afar heillandi. En útlistlegið þetta út í að... Ég er mikil júlumaður. Nei, ég er raskall. Raskall. Ég það var ógeðslega fyndið úti, því ég get farið miklu meira dítil í þetta, því ég hef pælt í svo skrifa þetta, að tala við aðra þetta svona 30-40 sinni, sko, bara hvernig ædil maki minn er. Allan úti voru eitthvað svona, ég segði mig típan henn og ég fór yfir svona ákveðin aðri og svona, sem bara, she has to be sexual attractive. Þau var bara, what does that mean? Ég bara, just kinda like, you kinda like to fuck her? Og sko það útskýra það meira, það er ég verða að finna ákveðna orku, ég verða að vera heillaðar á henni þannig, sko líka það. Nauðsynlegt. En þú veist, hingað til hefur típa mín verið ljósarð, náttúrulega falleg, sko. En að því sögðu samt að þá hef ég alveg hitt og verið að hitta stelpur sem eru brúnharar eða brúnharar og whatever ég er opið fyrir öllu. Hvað er versta svona dating, hver er versta pía sem þú deyta? Hvað er svona versta dating experienceið? Þú veist, hefur farið á eitthvað date sem var bara holy fucking shit og hefur hitt gælu einhver tíma sem bara algjörlega var bara crazy situation? Hvað er svona versta experienceið í ástalífinu? Sko ég var að spurða þessum daginn í podcast og ég kom ekki með þetta upp sko. Hefur bara hitt wholesome gælur? Ég var ekki mikið að deyta áður en ég fór í samband. Jú, svona við og við. Og síðan var ég alltaf samband í 8 ár. Já. Og síðan eftir það hef ég svona... Hvað ert búin að lausa lengi? 1,5 ár eða ekki, eitthvað svoleiðis. Hvað er body countið þitt? Damn, it's a lot. I plead the 5th. Hey! Wow, ég held ég væri að fara að ná honum, guys. Sko. En nei, ég er bara opið fyrir öllu. Ég finn bara, ég held líka að þú getur kynnist einhverja manneski sem er ekki típaðinn og þú kynnist manneskinu sem hún hefur og þá verður hún ennþá meira heillandi og þú verður ennþá hrifnar að henni. 100%. Og það getur verið öfugt líka, þú séð gullfallega mannesku sem erum bara með skýta karat og þú bara, en ég hef bara ekki lent í, þannig að eftir ég fór á laust eftir þessi 8 ár þá ég er svolítið picky og getum orðað þannig þannig ég vil bara hitta stelpur sem ég er virkilega spenntur fyrir. Aldrei stunda skyndikinni? Ég? Já. Jú. Já. Góðið besti. Okay. Þannig þú alveg verið fullur á skemmtistað klukkan 3 og verið bara það var allir fótboltanum sko þú döðar. Það bara það segir sér sjálft sko. Já, ég hef alveg gert það. Já. En ég er, þú veist En já, það er, þú veist, förum þangað, skilur, hvað er svona þitt wildest experience þar sem single maður, skilur, í þessum aðstæðum? Ertu að biðja mig Komdu með bara eina spicy sögu, fólki vill heyra. Þú ert biðja mig að lýsa einhverja reynslu. Já, maður eina spicy sögu, skilur, af single beggi, skilur. Hvað var einn svona eftirminnileg sem bara svona var, já, þetta var svolítið wild. Er ég að setja þennan hot seat enna? Já. Ég er búin að það í alla dag sko. Þú veist, það er sko ég deili frekar öllu en síðan eru sumir hluti sem heldur bara persónulega. Það er að setja aftur. En sko, ég ætla að segja ykkur eitt hvernig, þetta er áhugaverð umræða hjá okkur. Eftir ég fór á laust aftur að því að það er sagt allir sér fucking gaurar á Instagram sem eru eiga bíla og svona, þú ert að vera að gera þetta til þess að eiga ríkur og sem þú eru ríkur og þá Hver í fokkar með að segja það?
Bara þú veist, þetta ykkar maður top G, skilur Já. þá fara bíla og þá ertu með aðgang Maður þá ertu með aðgang á öllum kettlingunum, skilur Já. ok, sem er valið, þá getur valið en ég er ekki hrifinn að því í dag ég þoli rauninni ekki skyndikinni, sko af því ég er miklu meira af því, herðu, ég verð að hafa einhverja tilfinningu gagvar, auðvitað geri ég það að ég væri bara að skemmta mér og það myndi vera þannig, skilur Ef aðstæðan eru réttar ég vil hafa tengingu við stelpuna, ég vil hafa áhuga á henni til þess að ég vilji sofa hjá henni því að þú veist, aftur ég var 30 ára þetta var kannski aðeins öðru síðan þegar maður hugsaði þegar maður 20 ára skilur en ég held að mörgum samt líðið svona líka eins og þau þurfa að vera stundið þessi skyndikinni af því að það er svo töff að vera búin að segja alltaf búin að sofa hjá svo ógeðslega mörgum sem getur að vera gaman, skilur en ég er bara ósámálaði ég held að þú ekki að sofa hjá öllum þrátt fyrir að þú geti það, skilur ég held að þú eigi bara að sofa hjá manneski og vilt nálgast hana meira, að auðvitað gaman, þú vilt hafa stund að gleði fínt, en það er ákveðin limit þar líka, sko. Já, ég held að maður á ekki að vera að setja kynlífi í eitthvað eitt box, það á ekki að vera eitt eða annað, skilju, það á að vera allt, þú veist hvað ég minna. Þú veist, ég ætlar að vera bara, já, svona á kynlífi vera, þú veist, kynlífi svo mismunandi hlutur fyrir alla, skilju, þú veist hvað ég minna. Og mér langar aðeins að kafi það, hvernig er samband þitt við kynlíf? Hvað, þú veist, þú ert náttúrulega búin að segja, skilju, hvernig þú vilt hafa þitt samband við stelpuna sem þú ert að stunda kynlífi með, skilju, en bara svona yfir höfuð. Hvað? Já, við erum að renna tíma. Höfum þetta þetta síðast segmentu, við erum alveg búin að 2 tíma þetta með podcast. Alveg? Já, klárum þetta með kynlífið. Já, ertu mikill rungari? Já, fyrir það líka, en bara, hvernig er sambandið þitt við kynlífið eru höfuð, skilju? Hvernig myndirðu lýsa þig? Mér finnst Nei, hættu þessu tónlist. Burt með þetta. Nei. Jú. Nei, let's not play for comedy right now. Þetta er serious question. Þetta er alveg. Já, real shit. Eða við getum bara haft hana. Já. Yes. Mér finnst Nei, Arnar, ég get ekki einbið mér. Ég næ ekki tjúna minn og svara hans ef við það tónlist, sko. Hún fokkast mér upp. Mér finnst kynlíf bara ótrúlega falleg athöfn sem þú ert að upplifa eitthvað sem þú getur ekki komið í orð. Já. Og mér finnst það bara okkar megin hvatir eru að sinna okkar kynhvöt og mér finnst það bara svo fallegt að njóta ásta eða þú veist hvað sem þú vilt kalla kynlífið, skilur hvort sem þú vilt smashing að njóta ásta, skilur það getur verið bæði, en mér finnst það bara ógeðslega falleg athöfn sem getur tengst manneskjuna öðru sig máta og bara skemmtilegt og gaman og gott og mikil nánd og þetta er mögnuð nánd og þú færð þessar nánd ekkert öðru sér hætti held ég, sko. Ertu að horfa á klám? Nei, ég hætti því eftir hvað var það, 2018? Vel gert. Strákar, sorry, ég er með smá announcement ánum með klám, já, talandi klám, sko, því fyrir nokkur podcastum talaði bara ég ætla að hætta að runga meir og hætta að horfa á klám og ég gerði það og ég er búinn að vera off it í mánuð og það er bara besta sem ég gert, sko. Ég fjall. Dammit maður Alex It was a good run, boys. Hei, strákar, ég skulum bara sorry, ég er basically þegar kærastan í útlöndum. Já, sko, ok, ég fór til LA ég stay strong there, skilur, svo kem ég heim og ég bara rétt svo hef 1 dag með henni svo fór hún út, skilur, og ég var alltaf búinn að vera með kærastan minni í marga viku núna, skilur, ég er búinn að hafa 1 dag með henni og ég bara eitthvað svona ég bara tók með þetta ákvörðin bara, jæja, núna ætla ég aðeins að falla. Já, og ég veistu, líka eitt, ég svolítið sakna þess, skilur það er bara, þetta er my little moment, skilur, in bed, fattur bara með sjálfum mér og ég bara svona, þú veist, þetta var eins og að hitta gamla vin, skilur. NoFap verður það sem framhaldið verður. Já, ok, ánægð með þig. Ég ætla að halda með það, sko. En já, þú tókst ákvörðin fyrir nokkrum árum, ég er nýlega búinn að taka hana. Við hefum það sameiginlegt en ég samt, þú veist, já þetta er ég mjög leiður líka samt, sko góður endir, bara linkin já, við þurfum að klára þetta podcast, þetta er búin mjög lengi bara, Beggi, takk fyrir að koma og velkomin í djúpulegina. Takk fyrir að fá mig. Já, Beggi, takk hérlega fyrir að koma maður, það var æðislega, þetta var frábært. Takk svo mjög.